komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Það 299 Birkir. Já, föstudagsmorgni. Já, stórtal, já, við erum byrjað að taka upp á daginn. En við erum með hlaðin þátt í kvöld. Já. Í dag. Uppbytunaratriði fyrir Ólaf Ragnar Grímsson. Ná, ég segi það nú ekki. Við erum með oddvita hérna. Orri Hlöðversson, forseti bæjarstjórnar í Kópavogsbæ og stjórnarformaður Frumherja. Orri býður sig fram aftur fyrir hönd framsóknarflokksins í Kópavogi nú í ár, en sveitarstjórnarkosningarnar verða, hvernig eru þær? Já, þetta viku, þetta. Eiginlega, já. Lögðardaginn næstu viku. Já. Orri, verður hjartanlega velkomin. Takk kærlega fyrir það. Gaman að fá hitt ykkur. Já, sömulegis. 4 ár síðan síðast. Já, það var skemmtilegt til þess að fá búið aftur. Já. Það var rosalegt. Ég var aðeins að, ég undirbúin ekki verið þáttinu, ég var að skoða þáttin okkar frá því sem var þáttu 53 fyrir 4 ára síðan. Ég held að við höfum bara báðir elst ansi vel og Orri sérstaklega. Orri hefur gert það, það er ekki að sjá hann maður elstu dag. Af því maður er að tala með pólitíkin oft eldri fólk, en það er greinilega, hann er Benjamin Button, hann Orri, Sammála því, Orri, tekur þetta ekkert á þig? Ég teki þetta nú ekki mikið á mig, nei, en ég er hins vegar ekki sammála því ég eldist ekki, ég sé svona einhvern gráðan kallarn á myndu sem ég kannast ekki alveg við, en innra með manni líður manni eins og maður sé ungur og það skiptir mestu máli. Já, ég ætla bara að spyrja, hvernig liggur á þér fyrir með þetta aðeins betur í kosningabaráttuna, RÚV pallborði búið, Vísis pallborði búið. Það er alveg að færast hiti í leikir sem ég ætla bara að segja að það er skemmtilegt að það eru aðrir en Kópavogsbúar að fylgjast með. Ég er alveg 100% sammála því, það er svolítið áhugavert, þess að svona lengst af þá hefur þetta verið þannig að Reykjavík fær mesta athyglinna og áhugi fjölmiðla liggur langmest þar og auðvitað er það þannig að við sem nátt ennþá. En upp á síkastið þá höfum við Kópavogsbúar fengið ansi mikla athygli út af meira sér að fara ráðherrabústaðnum. Já, það er kannski það sem að kveikt hans í lögni að forsætisráðherra fór að pínlítið að blanda sér í svona okkar mál ef svo má orðið komast í Kópavogi sem að henni er að sjálfsögðu bara frjálst að gera og en engu síðu þá hleypti það svolítið fjör í leikinn og sterkar skoðanir á því hjá hennar anstæðingum hvort þetta væri við hæfi, að gera þetta eða ekki. Ég hafði nú svona bara í aðröndina gaman að þessu og þetta er allt pólitík eins og maðurinn sagði og það eru kosningar framundan og við notum bara þau vopn hver flokkur fyrir sig sem að við telum með dugi og ef að Samfylkingin heldur að þetta hjálpi sér í Kópavoginum að fá formanninn með svona nánast aktífum hætti inn í barátuna þá bara gera þeir það, Já, maður fara að setja á sig Óla Harðar gleraugun, þá held ég að það Já, hún er mjög vinsæl. Já, ekki spurning. Áður en við förum kannski Við ættum bara að hafa hann í öllum þáttum hjá okkur, það vilt að lusta það. Áður en förum að fullum þungi í þetta og langar mig að spyrja Orri, það er kannski, þetta stendur ströngu þessa dagana en spenntur fyrir sömurinu. Ertu eitthvað búin að ná að golfa eða? Já, hvað fer að gera í sumar? Þetta búið? Ég er ekki golfari. Þú spilar bara ekki golf? Ég spila ekki golf. Ég hins vegar held ég að sé nokkurn veginn fá önnur áhugamál sem ég ekki snert á. Ég stundu sagt að ég sé bara í mörgum áhugamál til að byrja í golfi og en ég er undir gríðarlegum þrýstingi þess að ég á svona náinn 10 vina hóp og þeir eru 9 alveg helteknir á golfinu og ég er að valla hægt að vera með þessum mönnum lengur. Fárveikir. Árum áður þá tölum við fótbolta og eitthvað þannig skemmtilega og stundum við pólitík og stjórnmál og guðmynda hvað, en nú er það bara einhverju bördjar og par þetta og par hitt og guðmynd almáttugur. Ég er eiginlega að fá nóg að þessu en ég gæti samt trúa því að ég kæmi inn í þetta á einhvern tímapunkti og þá náttúrulega þannig sem sterkur leikmaður. Já, 100%. En ég á náttúrulega talandi áhugamálin, ég ætla í sumar að veiða. Ég er mjög gaman að stanga við og ég ætla að fara í hestaferð, ég er náttúrulega í hestum, búin að vera það mjög lengi. Ég ætla að laupa með að ég get, meðan að fæturnir bera mig og síðan ætla ég náttúrulega að fylgja með fótboltanum á fullu og fara á fleiri leiki. Ég ætla meira og meira gaman að fara á völlin. Það er svolítið magnað. Ég finn náttúrulega á alla Breiðabliksleiki. Já, svona er að starta alla leiki líka. Já, hann er að starta þar og þetta er svolítið svona social event og maður sér sömu gömlu andlitin á Blikavellinum sérstaklega ár eftir ár og maður er svona þykja vatnum þetta eftir sem ári líða
Það má líka hrósa Andrés og Kó fyrir að halda alveg gríðarlega vel utanum þetta hleragrill í kvöld fyrir F-leikinn og þetta er kert að sjálfbálið sem er að gera frábæra hluti. Algjörlega, og þetta byrjar allt og endar með þeim og það er endar talandum þá, þeir mættu vera fleiri. Já. Ég hef nú verið í þessum fórum sjálfur lengi, en það eru hérna nokkri sem þú getur alltaf stólað og það er með tali vinnur okkar Andrés Pétursson, og svo góði maður. Þá var hann sem vill svo stjórnmálaskoðanir. Já, hann er hérna, það er bara hans val og hann var nú einu sinni í Framsóknarflokknum svo ég minna hann á það. Já, en hann skipti og bara frjálst að gera það. En mér finnst það sem ég langar til að gera, ég fór tölvöld á hákáleiki í fyrra og heiti fyrra. Ég fyrir á fylkisleiki, að ég hef tögar þangað og bara fara á völlin er bara gaman. Sammála. Ég verð að spyrja þig, Háká, af hverju Fylkir? Hvað er tengingin þar? Tengingin þar er svo ég spilaði með Fylki, held ég, alltaf ekki 5 eða 6 season, back in the day, eins og sagt er. Og þar, ég skipti yfir í Fylki bara svona tíma að ég kom búið yngjaflokkunum hérna í Kópavogi, og ég var ekki nógu góð til að komast í Lifa Breiðablik. Nei, það er ekki fyrir alla. Svo reynda gerist það allan þann tíma, ég ætlaði að vera held ég 1 ár, en það gerist allan þann tíma, ég held að Fylkislið hafi verið sterkar en Breiðabliksliðið öll þau ár. og ég er í fyrsta hópnum í Fylki sem fyrir upp í efstild. Það er staðfest. Veitu hvað árið það? Það er svolítið langt síðan, 1988. Já, sæll. Og þannig ég átti mjög góð ár í Fylki og mjög góðan vinahóp þar sem er minn svona kjarnar vinahópur þetta dag, sá leikmannhópur. Og síðan kemur maður aftur tilbaka í Vogin góða og verður grænni eftir sem árið líða. Klart. Mjög gott. Það er svo gaman að fara á völlin og þetta er alltaf sömu andlit. Þetta er smá eins og að fara í ræktina. En áður en við förum í frétti vikunar, þá erum við kalda. Já, það er tilkynning. Já, það er tilkynning. Salan er hafin á sumarkaldarum. Hann er mættur í mjólkubúðuna. Já. Og kemur í sölu hjá Smáruginn á morgun. Já, ég er ekki komin á snúruna, við erum bara að taka upp en það er 6 á mótni til, þannig ég er ekki Já, það er nú ekki að fara að skoða mín mál eða upp stóru, þetta er fyrsta skipti heldur marga þetta sem þú ert ekki kvöldum. Nei, reyndar síðasti þáttur líka. Íslandssjóðir, fyrsta skrefi er auðvitað að stofna vörslureikning til þess að fjárfesta bæði í sjóðum og stöku verðbréfum. Við hvetjum alla til þess að kaupa í sjóðum Íslandssjóða og skrá sig í reglulega sparnað. 100%. Það er nú einu sinni það sem þetta snýst að leggja eitthvað reglulegt til hliðar á mánuði. Bæði fyrir þig og bönni. Og þannig kemur maður sér upp sparnaði. En sko, frétti vikunar, 2 flokka, sko, Sjálfstæðisflokkur pluss Samfylkingin. Ætlum að byrja Reykjavík aðeins? Já. Við erum að fara í Reykjavíkina góðu. Ætlum að spá í spilin þar. Það var gott innslag sem við sáum að sem við verðum að spá í spilin. Við náum eins og staðan er í dag 2 flokka samstarfi, Sjálfstæðisflokkur og Samfylkingin, stóru turnarnir. En það er væntanlega ekki fyrsti kostur á blaði hjá þeim. Ólíklegt. 3 flokka hægri miðja, Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og miðflokkur. Enginn þeirri núverandi meiri hluta og kannski óvild Viðreisnar og miðflokksins áþreifanleg. Og síðan 3. möguleikin. Þær eru náttúrulega fleiri að þegar þú ert með bara vinstri flokkastjórnar eins og hún er í dag og svo Sjálfstæðisflokkur, Framsókn, Viðreisn. En það munur einhverjum komum upp á 8. mann hjá Sjálfstæðisflokknum til þess að það geti orðið raunin. Orri, sko, hvernig líst þér á baráttuna í borginni? Hún er bara vissilega mjög áhugaverð. Þetta er svona 2 turna barátta eins og stundum hefur verið nefnt. Gaman að sjá Pétur Marteinsson koma þarna inn. Talandi Fylki, pappans held ég hefur þjálfað með öll árin í Fylki. Já, Og mamman eftir hún sem litlum gutta á þeim tíma en kannast ágætlega við mannin og bara gaman að sjá hann spreita sig á þessu. Þetta er stór skref fyrir óreynda mann að taka við forystu í svona stóru batteri. En ég er bara mjög spenntur fyrir borginni. Mér finnst svona að vera svolítið sveiflan auðvitað í tilhægri eins og staðan er núna. En eins og þú kemur inn á að svona myndun þess að tryggja innan gæðsalapa hægri flokka, Viðreisnar, Miðflokks og Sjálfstæðis, kannski ekki alveg komin í, menn ekki alveg búin að sjá í gegnum það. Nei, maður sér ekki hvernig Viðreisn og Miðflokkur alltaf vinna saman. Nei, það er auðvitað hefur Miðflokkur kannski ákveðna sérstöð og meða stjórnmálaflokka. Hann er trúlega umdildast í stjórnmálaflokkurinn á þessum hefbundu. Já.
og menn þurfa kannski pínlítið að þróa með sér þá hugsun að fara í samstarf með honum og hérna því að hann bara, eins og ég segi, það eru sterkur skoðanir þar en auðvitað ræðstill alltaf af úrslitunum hann á kosninganóttina en ég svona, mér sýnist vera og það einhver sérstakann spámanni það mér sýnist vera nokkur meðbyr með Hildi og Kó núna svo en auðvitað ég mest að horfa á svona Einar vin minn, hvernig honum gengur í þessu Já, það var einmitt næsta spurning sko, ég meina, ef við tökum það bara ég meina, Einar góð vinn okkar, kom nokkur til okkar þið hafi ekki verið að meðlast vel í Reykjavík bara alla með mann inni, kannski 5-6% Einar kemst vonandi inn kemur óvart hvað svona útreið flokkurinn eitthvað að fá í höfuborginni? Já, þetta er náttúrulega gríðarlega rússípanna reitt búin að vera frá þessum glæsta sigri fyrir 4 árum og þeir stöðu sem flokkurinn mælist í núna og ég fylgist náðu með því sem Einar að gera, hann reka mjög pósitífa kosningabaráttu og eljan mikil og mér þótti gott að sjá maskinukönnuna núna fyrir nokkur dögum þar sem hann komin inn og alveg rúmur inni að sjá. Við vonum bara að það rætist. En pólitíkin bara svo fallvöld og ég meina raunverulega þessi vegferð Einars í Reykjavík, hún bara svolítið að endurspegla vegferð flokksins á landsvísu síðustu 4 ár. Allt í einu ertu komið frá því að vera svona svolítið vinsæll á ballinu eða vinsæl yfir í það að vera svona pínu off ef að svo má orðið komast og þá færa menn kannski einhverju sjálfskoðun og einhverja pælingar, hvað gerðist og ég eiginlega svolítið bara ennþá þar stattur, hvað gerðist eiginlega þess að flokkurinn hefur í sjálfum sér verið nokkuð bara duglegur til verka og lítið innri átök og deilur en einhvern veginn var þetta ríkisstjórnarsamstarf á endanum svona einhvern í hugum kjósenda dálítið toxic blanda og við fengum kannski gagnrýni á okkur fyrir það að hafa ekki rofið þetta samstarf bara fyrr hætt þessu, tekið á okkur rögg og slítið þessu og þarna kannski varð okkur að falli þessi mikli sáttavilji og samkomulagsflokkur sem við erum, við viljum alltaf semja og við viljum láta verkin ganga áfram og standi sem allra minnstuð vesenni og ég held bara alveg, ég hreinskilni sagt að það við reynst okkur svolítið dýrt í lokin síðustu eða missirinn og síðustu ríkisstjórn. Við fengum svolítið refsinguna þar að vístu kannar líka augljóslega. Einar náttúrulega í Reykjavík hann náttúrulega springur sem meirhluti í hans borgarstjóra tíð og svona kannski ákveðið plan sem að var í gangi þar í honum sem að gekk ekki upp eða minnstur sem að hann reyndi, gekk ekki upp og fólk einhvern veginn þetta virðist einhvern veginn hafa svona pínlítið trufla fólk út í feltinu í Reykjavík en hann auðvitað í fullri vinnu við það núna að vinna það upp og vinna trausti á ný og koma sér fyrir á ný Einar náttúrulega kannski má ekki spyrja svona en þú veist framsókn auðvitað sáttaflokkur og vill sjá alla góða og gera góða samlingur og láta verkinn tala en ef að þú þyrftir að velja orðið þú þarft ekki að svara þessu, hvort viltu sjá sambærilega stjórn núna í borginni eða einhverja kannski ef við tökum bara Viðreisn út fyrir sviga sjá einhverja sem kannski nær hægri segjum miðflokkurinn Viðreisn og sjálfstæðisflokkurinn Sko ég ætla svo sem fara valli að úttala um pólitíkina í Reykjavík en ég að veiða þér, þú þarft ekki að svara mér finnst ef maður notar þessi rök að finnst þetta að nota sko í samtalunum orðið valdþreyta og þetta var mikið náttúrulega við síðustu alþingiskosningar þá var þetta mantran að nú bara komið gott framsókn og sjálfstæði búin að vera við völd svo lengi sem elstu menn muna í þessu landi og hérna Vinstri græn svolítið að spila með þar og þetta alveg sjónarmið það hafa allir gott að því að núllstilla sig aðeins utan meirhluta annað slagið og ef maður heldur sig við þau rök þá má alveg færa rök fyrir því að sé komið tími á það að samfylkingin hvíli sig í Reykjavík hún búin að vera mjög lengi við völd bara ráðandi flokkur í borgarkerfinu alveg frá 1994 þegar að R-listin komst til valda þetta svolítið sami kjarnin búin að vera þarna síðan og sömu sjónarmiðin
margt gott verið gert, margt sem hefur ekki gengið vel og í því ljósi þá held ég að sé ákveðið ákall hjá borgarbúum að skipta út og þá lendir svolítið í þessu sko, það er alveg sama þú hafi gert vel Já. það er svona að fólk er bara búið að fá nóg og bara eitthvað nýtt og oft er rökin ekkit meira en þetta. Nei, Sigur Ingi kom til okkar eftir kostingarnar síðast og hann talaði sko að það gat eiginlega lengi sett út á neitt sem Framsókn gerði í ríkisstjórnarsamstarfinu en eins og segir, það var bara eitthvað þreyta, það var ekkit annað og gerði bara vel. 100% ég man eftir þessu, ég hlustaði á þann þátt og þetta er bara, þú ert búinn svona, fólk er bara vill gefa þér smá breyk og hérna þess að það er nokkuð sérstaklega óbúslega mikið gest eða fólk mikið á mótir, þetta bara vill fá eitthvað nýtt og þetta er auðvitað lýðræðið og beauty við lýðræðið og það hotla við lýðræðið og hérna það er svona alltaf með ákveðnum millibili sem að fólki fær að tala og ákveða. Klárt mál. Fyrst við erum nú með stjórnmálafræðingarnir í setti, eða þannig. Þannig eitt sem ég langar að spyrja, þetta er bara áhuga mál hjá mér, sko. Við sáum það að Pétur Martins, hann er fyrst sæti verið Samfylkinguna og Heiða Björg, núverandi borgarstjóri í öðru sæti og það er alveg augljóst á öllum samfélagsmiðlum og öðru kosningaáróður Samfylkingarinnar að þau tvö eru ekki góðu vinir, eðlilega, voru í baráttu í janúar og ég man ekki hvað hann kallaði reynslulega svona miðaldra kallmann eða eitthvað slíkt. Ég ætla bara að spyrja þig, sko, kannski er bara betra að vera með uppstillingu heldur en að vera með prófkjöra því að þá lendur þú kannski út með fyrst og annarsæti sem er kannski, og ekki endilega bara í Samfylkingunni, bara almennt, sko. Já, ég held að þú veist, það er augljóst að uppstilling hefur sínu kost og galla og prófkjör hefur sínu kost og galla og mér finnst svona galopin prófkjör það sem að bara Pétur og Páll er kallaðu til og það eru 1000 manna sem skrá sig ykkur stjórnmálaflokk bara til þess að taka þátt í prófkjörinu, fólk sem hefur aldrei haft neina afskipta af flokkstarfinu og er valla samræmist þeirra skoðunum eins og þessi flokkur, það er bara einhver einstaklingur sem að nýtur persónlegs fylgis og vinsæll út í þjóðfélaginu, hann getur svolítið hrifsa til sín ákveðin völd með þessum hætti. Þetta er gallin við svona galopin prófkjör, menn hafa alltaf farið ykkur að millilegir í svo hafaði meira skermið af og lokuð og þess áttar því að mér finnst það að vera þannig að flokksfólkið á að ráða hverjir í frambúði sko. Ekki einhver aðlót í bæ, það kemur bara einhver eins og ég segja á hann, ég ætla ekki nót orðið popstjarnan, ég gerir það samt sem að hrifsa til sín fylgið og er bara einhvern veginn allt innu komin í oddvitasæti. Þetta er nefnilega slík staða hún er svolítið vanmat á því hvað leiðtogahlutverk í svona stjórnmálasamtökum er flókið og stórt mál. Þú ert ekkert að stýra einhverjum stjórnmálaflokki eða stjórnmálaafli að þess að hafa tekið þátt í starfinu eða einhvern árabil sko. Þannig að það er svona gallin við þetta galopna og ég meina við höfum gengið í gegnum þetta Framsóknum en í Kópavogi hér á Ármað og mikið prófkjörsstemming ákveðnum tímabili og þá voru nánast komnir sko fleiri skráðir í flokkin heldur kusan síðan í kostingunum á eftir. Á móti kemur ef að þú ert með þetta algjörlega uppstillingarforminu að þá geta kannski myndast líka klíkur inn í flokknum og sá sem er mest í flokkshundurinn innan gesalappa, þau notið það orð nú, er kannski klókastur og með mesta reynslu í kerfisfræðinni inn í flokknum sem að vinnur. Þannig að við svona, svo ég gef ykkur alveg típist framsóknarsvara, þá eru millilegir í þessu. Ég meina við vorum til að sjá okkur í vetur, þá vorum við með svo kallar fulltrúarráðskosningu, það eru trúnaðarmenn upp á sem telja ykkur 100 manns inn í félaginu hérna í Kópavogi, eða félögunum hérna í Kópavogi sem að kjósa. Þá er það svona ákveði lýðræði inn í ákveðinni búblu, ákveðinu umhverfi og það kannski endurspegla svolítið meira það sé verið að flokksmaskinan sé að velja þetta. Þannig að þetta hefur sína kosti og sína galla en og við sjáum þetta augljóslega þarna í prófkjör Samfylkingarinnar í vetur að það eru fylkingar, 2 fylkingar og það versta við svona átök í prófkjöri er þegar að skila sér síðan inn í kosningabartuna og fólk er ekki samstíða. Einmitt.
frábæð punktur og líka bara eins og, þetta er góð punkt sem Orri kemur inn á með líka, þú veist, við sjáum það ítrekka í þessum prófkjörum að fólk bara að auglýsa skráið ykkur í flokkin og kjósið mig, svo með bara skrá ykkur úr flokknum, þú veist, þetta er kannski ekkit endilega ideal, sko. Mér finnst þetta bara glötu pólitík. Já. Ég meina, veist það að hringi Pétur og Pál og hérna ég bara skráði þig á föstudaginn og ég lofa því að þú verður útskráður aftur á mánudeginum sem er reyndar alþekkt að stendst aldrei Nei, þú gleymar því alltaf menn slýsist inn í einhvern flokk og er ennþá með 30 ára síðan kemur alltaf einhver greiðsluseðli í heimabankan og þú veit er ég í samfélkingunum ég er líka í Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum þannig ég er svona gamla skólinn með þessu ég vil vera í mínu flokki ég vil að stofnarnir flokksins virki ég vil að lýðræði innan flokkana virki og við höfum bara að vera með svona öfluga lýðræðis hugsun í þessu það er grundvallar aðrið, veist mér Já, klart Já, skráir það á föstudeginum kýst á lögudeginum fær kaldan kvöldi og Svo tjekkar ekkert á mánudaginn þú ert ennþá skráður ég glemdi að afskráði Við ætlum að færa okkur í Kópavogi góða Hann er nefnilega þrælgóður þó ég sé sjálfur búsettur í borginni Þú hlýtur að vera að flytja Já, maður getur þetta að gera það fer eftir hvað árið fær mörg Já. En við erum auðvitað með sessor heildarsýn yfir reksturinn Það eru sérfræðingar í fjármálum upplýsingatekni, rekstri og innkaupum ásamt vörustýringu auðvitað Ráðgjöfin tekur með að fyrirtækinni í heildsinni ekki einu sviði einangruð Þetta er 360 gráður Já, allar 360 gráður Þannig virkar sessor bara og þeir gera þetta natni og ég hvet sem flesta til þess að kíkja þá sem er í einhvers konar rekstri En þeir vilja tala um leikskólamálin Leikskólagjöld í Kópavogi eru þau hæstu á landinu Orri, hvers vegna er það? Svo ég seti nú í heitasettið Já, við byrjum bara á leikskólamálum það er alveg bara virkilega ánægilegt að þau skulu vera svona áberandi í kosningabartunni í bænum og til massum það að við höfum hreyft við einhverju alveg augljóslega Fyrsta lagi menn er að bera saman dýrustu og ódýrustu það náttúrulega fyrir það sem borga krónu 0 í leikskólagjöld í Kópavogi, þriðjungurinn af mannskapnum þá er þetta náttúrulega ódýrustu leikskólagjöld í landinu. Síðan er það augljóst að það var hvati og er hvati í verðskráni eða gjaldskráni til þess að stytta tíma sem allra mest til þess að bæta starfsumhverfi á leikskólum og stytta vinninda bassins og svo framvegis. Þetta er auðvitað umdelt í parturinn af kerfinu. Þegar verið er að bera saman tölur og fólk úr öðrum stjórnmálflokkum hefur verið að benda á að þetta sé það dýrasta í landinu og þetta sé einhver Kópavogs skattur og það sé svo hrikalt að vera með börn að barnafólk sé að flýja bæinn í umverðum og svo framvegis. Þetta er auðvitað bara segjum með þessu þetta er bara pólitík. Við fyrsta lagi samanburðurinn, þú velur svolítið töluna Ég tek svolítið þessa tölu 6 tímar krónu 0 sem að ég tel inn í það er þriðjungur, það er miklu fleiri heldur en áttum vona sem getur nýst sér en svo tek ég svona af 4 í eðlilegu samanburði er þessi 8 tímar og það kostar 2.700 krónur á dag að vera með barn í leikskóla og Kópavogi 8 tíma með fullu færi og maður getur alveg velt fyrir sig bussi frá það hvað að vera rukka annar staðar og svo framvegis, við erum ekkert með sérstakka pólicy í þessu viðmiðanum með aðra og slíkt að hvað farið þau fyrir 2.700 kall þetta er fullu dagur í námi og auðvitað afþreyingu og síðan 3 máltíðir eða fullt fæði þannig að þetta er talan hún stenst samaburð, hún er í harralagi með landsvísu en þetta er talan og að menn verður að taka til 9 tíma sem er ekki samanburð á hæf það eru eiginlega mjög fá sveitafélag sem bjóður upp á 9 tíma og þetta er bara allt Akkur ekki bara 24 tímar? Já, til dæmis þannig að jú, við erum kannski ekkit endilega segjandi þetta, þá er ekkit endilega að keppa í verðum við erum að keppa í gæðum og við sáum það þegar við komum að þessu eins og margótt hefur komið fram að eftir COVID og eftir styttingu vinnutímans þá var leikskólakerfi hér komið algjörlega að fótum fram og þegar að þú sem einstaklingur sem vil breyta einhverju fyrir samfélagið sér það, þá þetta gengur í það verk og fyrir það höfum við hlotið mikið hrós og ég er mjög stoltur af því sem framsóknargaur í þessu öllu saman að við settum leikskólamálinu 8 í síðustu kosningum við vorum með
eitt fremsta leikskóla sérfræðing á Íslandi í öðru seti hjá okkur síðast, þannig að Sigrúnu Huldu. Hún laði gríðarlega áherslu á þessar breytingar og hún laði mikla áherslu á við fengjum formennsku í leikskóla nefnd bæjarins sem að stýri þessari vinnu og við skipum starfshóp með tugum eða jafnvel hátt í 100 sérfræðingum og hagalum og þetta hefbundi samráðsferli og úrverðu þetta plan sem að kallast Kópavogsmódelið. Og viðsnúningurinn algjör, ég þarf ekki að fara með það í lungumáli hér í þessum þætti. Það voru 220 dagar í kerfinu, það sem var þjónusturof síðasta veturinn í gamla kerfinu, þeir hafa verið 0 á ári síðan. Börn að komast inn í leikskóla í Kópavogi við 12 mánaða aldur í dag, sem bara, ef það mælistikan á árangur, þá það alveg frábær mælistika, en það eru alltaf einhverjir í svona umfómsmiklum breytingum sem að bera skarðari hlutur á borði. Við innlitum tekjutengingar vissulega inn í kerfið, en það mjög brött kurva þarna, skal alveg viðurkenna það, frá 6 tímum upp í 6,5. Það mjög brött kurva og það hefur komið fram gagnrýni á það að það væri gott að fá hálftímann í viðbót, kortir sikkur með við til að sækja og fara barna á leikskólanum svo framvegis, fá aðeins meira svigrúm með 6 tímana og það eitthvað sem við höfum alltaf sagt, við erum tilbúin að endurskoða þetta. Ef að það virkar þannig á þess að minnka áhrifin af hvatanum, þá bara endurskoðum við ekki alls konar. En það kannski erfitt, en það kannski erfitt ef þú ert komin 6,5, þá kannski fær fólk að vera en bara 7 og þá ertu kannski bara komin í gamla. Þú verður aftur, við erum svolítið lokuð inn í þarna sko, í ákveðinni og við þurfum að þreja okkur áfram með að finna nívu, við þurfum að finna línuna. Ég meina, ef þessi hálftími sem ansi brattur sko, hann fer eiginlega nánast upp í, með minnum sér hátt í 40 skall sko, sem að hækkunin úr 0, það sem fæði. Ef við getum tónað það aðeins niður, byggja til aðeins minna þrep frá 3 upp í 6,5 og síðan milda þá áttu komið svona með eðlilegri þrep upp í 8,5. En sko, við skulum samt ekki gleyma því að í þessari umræðum leikskólagjöld að sko fyrir 20 árum þegar ég var í þessu síðast, þá var svona sáttin svo og viðmiðið, þumaputta reglan bara allstaðar sem ég þekki til að 25% dvalarkostnaði barna eða rekstrarkostnaði grunnskóluna leikskóluna fyrir ekki borinn upp á foreldrum, 4. Og svo kemur að þessu núna 15-20 árum síðar þá er þetta 10%. Þannig að það sem sagt skattgreiðendur aðrir en notendur að borga 9/10 af þessu kerfi og þannig að heilt yfir með fullri virðingu fyrir því að þetta fólk á þessu æviskeiði kannski með hvað minnst á milli handana, það að byrja á vinnumarkaði, að koma sér þakki yfir höfuð alltaf, að þá má alveg velta fyrir sig, þetta mikill peningur, þetta ekki mikill peningur? Og ég endurtek og stoppa það aftur við 2700 kall á dag sem að skila mér ekki hádegismatnir á næsta skyndibitastað sko ef úti það farið. En ítrykka það að þetta fólk, unga fólki, það hefur kannski sjaldan að vera erfiðara heldur núna að komast inn á húsnæðismarkað og fleira, þannig að það spilar margt annað inn í fjárhag fólks heldur en þetta. Klárt. Og þetta frábær punktur hjá Orra, menna maður fær ekki mikið verið 2700 kall í dag, auðvitað kannski eins og Samfylkingin hefur komið inn á ég bara með 1 barn á leikskólanum í Kópavogi og ég kvart ekki, menna, ef einhver myndi bjóða mér, ég ætla að passa strákið fyrir 2700 kall fyrir heilan dag, já, veistla, en auðvitað kannski þeir kannski komið fleiri börn í spilin og eitthvað annað, en mér finnst þetta ekki vera þannig peningar að eins og Samfylkingin talar að það sé bara fólk að flytja úr bænum og annað. Ég kaup ekki þau fræði sko og við bara, við getum líka algjörlega sko, ef þú tekur þetta bras, það nú bara eitt af nákvæmlega sveitafélaginu sem að taka held í 20 mánaða gömul börn sem Reykjavík og ef þú tekur þetta bras frá 12 mánaða aldri til 20 mánaða þegar þú ert með barnið í þessu millibils ástandi, hvað ert að gera? Þú ert að kaupa þú náttúrulega ert að kaupa vistun út í dagmærkernu vandalega eða þá þú ert bara að fresta þig að fara út á vinnumarkaðinn og þú getur sett hver sko samfélagslegu kostnaður og kostnaður einstaklingarna því að bíða þess 8 mánuði versus það komast inn í kerfi strax og það fungeri og það sé up and running eins og maður segir. Við erum með kerfi sem virkar í dag. Það ekki gallalaust, við erum tilbúin að skoða áfram, við höfum endur skoða á leiðinni, við munum gera það. Og það sem að ég alltaf að hvetja til í þessu bara gamla góð common sense umræða sko. Ef að menn geta
komum við eitthvað betra og bara tekum að þetta í skoðuna líka en þetta að virka vel, allan að margir parametrar sem benda til þess að þetta sé að virka vel. Já, svo það kannski bara heimspekileg spurning sko, hvort að leikskóli, auðvitað þetta menntastofnun en þetta má ekki samt heldur vera eitthvað geimsla, þú hefur að tala 30 klukkutímar á viku samanborið við 40, sko auðvitað áttar maður sig á því að það ekki allir með bakland sem þannig og þannig málflutningur verið hjá stjórnaraðstöðunni eða minnihlutunum að það hafa bara ekki allir þetta bakland til þess að vera með 6 klukkutíma en máli að svo inn í end sko, kannski þetta heitt kartafla sem að taka núna en þú sem foreldri berð ábyrgð á að þú vildir ákveða eignast börn, þetta er ákveðnum forsendum á bærin alfari bara sjá þetta, ég bara veltiði fyrir mig sko, ég er kannski ekki komin á Hála nýs. Þarna ertu komin út í klassísku umræðu bara velferðarkerfin okkar og velferðarsamfélag okkar, hversu langt hvar liggja landamærn á milli einstaklingshyggjunar sem voru komast og svona velferðarhugsunar og þar eru þetta átaka línunar í pólitíkinni. Það er ekkit leyndamála að hægri því að gesalpa sem var alhæfi er meira fyrir það að einstaklingunum beri ábyrgð á sínu eigin lífi og svo fikrar við yfir í þessa hugsunum að við eigum að öll að vera saman í einni púlíu og lesa þetta í sammenningu. Það er gömul saga og ný en ég er alveg sammálaður með sko með ábyrgðin sem fylgir því að ef við gefum okkur það að svona meirhlutin af barneignum séu planaðir að þá auðvitað getur auðvitað eru undantekningar á því en ef við gefum okkur það að þá til dæmis þú býrð í Reykjavík í dag þá veistu það þegar þú sest niður með konuðinni að þetta er ákveðið tímaferill sem fer í gang og frá það er meðgangan og það er fæðingarorlofið og svo veistu það að þegar fæðingarorlofinu lýkur það er búið að vera þannig í mörg ár að það er einhver 8-9 mánuðir á milli fæðingarorlofs og þess sem þú fær leikskólapláss í þessu sveitafélagi þá náttúrulega þarftu helst að vera búin að plana það bæði fjárhagslega og bara tímalega og bara praktíst á allan hátt og þess að kemur ofta óvart þegar að sko þessar reiðibylgjur foreldrar koma og það er skundan í ráðhús og allast til þess að sveitafélagi leysi þetta og nú letni að þá svona er alveg líll kall inn í minni sem segir, heyrðu, máttur ekki alveg búast við þessu vinnu minn og þetta koma þér óvart þannig þarna, þetta er umræða sem er ekkit allt oft í gangi í leikskólamálum hún skýtur alveg upp kollinum í hausnum á manni en þetta er, mér finnst sko, ef maður horfi bara á sveitafélag hvað er sveitafélag? Þú veist, eða bæjarfélag þú veist, þetta er bara ákveðið samkomlega, þetta er ákveðið sáttmáli sem að við komum okkur upp að það sé við borgum inn í einhverja púlju gegnum skatta og gjöld og síðan erum við sammála það að púljunni sé útluta með ákveðnum hætti og hvert er þeim, þú veist, raunverulega erum við bara búið til velferðarsamfélag vegna þess að sko 90% af rekstrar útgjöldum sem sveitafélags og Kópavogsbæjar eru velferðarmál. Þetta er grunnskóli og leikskóli, velferð barna. Þetta eru bjúra sem við köllum velferðarmál eða félagsmál. Og svo er þetta íþrótt og æskuldsmál. Útkomi 9/10 af púljunni. Þannig að þetta er sáttmál það að við ætlum að setja í púk til að hjálpa okkar minnstu bræðrum og koma börnunum okkar að leik. Mér finnst þetta, það er eiginlega ein leið til að lýsa sveitafélagi. Og jú, ég reka svona menningastarfsemi og bera ábyrgð á skipulagsmálum og sorphirða og snjómosun, svona praktíski hlutir en grunnurinn er velferð. Og auðvitað snýst pólitíkin alltaf það, hvað á velferðin að kosta, hvað hann að teygja sér langt inn í lífi einstaklingana og svo framvegis. Hver á skattprósent að vera, hvað ég að rukka mikið fyrir þetta og svo framvegis. Þannig að þar er líka einu pólitísku línu. En almennt er svona rammi bara sátt það að þetta sé velferð. Klart. Bara eitt að mér langar bara að spyrja því ég er áhersamur þetta, horfði bæði hvert hlustum til að taka bæði RÚV og pallborðið á oddvitumræðnar á RÚV og svo líka á pallborðinu Vísi, eða ætla að velja annarkvort og mæli ég með Vísi, það var aðeins skemmtilegra þetta útspili á samfélkingunum með að lögfesta leikskólastíð ég ætla bara að spyrja, hvað þýðir það ef það myndi fara í gegn þetta útspil sem samfélkingin er að koma stinga upp á? Ég er nú sem ekki stútur það í þaula frá það sem ég bara lesi svona það í fjölmiðlum að þetta er náttúrulega
Er þetta ekki lögfest í dag, sérst? Nei, þetta er ekki sko ekki lögfest með sama hætt og grunnskóla kerfið. Þetta er hins vegar sko þetta er ekki sem sagt lagaleg kvöð raunverulega á sveitarfélögum að reka leikskóla. Nei. Hins vegar ef þeir reka leikskóla þá berðum að fara til lögum leikskóla. Þannig að það er nú sjaldan umræðin en auðvitað er þetta jafngildir þetta lagalegri kvöð. Það dettur ekki nokkum heilvita mann í huga að fara í pólitík og predika að það er ekki henni við leikskólakerfið. Nei, það var vinsælt. Nei, en að gera það að lögfesta með þessum hætti, að gera það bara með sama hætti að það verði bara skildunám og allt þetta eins og er í grunnskólakerfinu, alltaf reisastórt skref og hérna það er grunnskóla, eins og veist að þá er náttúrulega grunnskólanir rekna sveitarfélögum fjármagnar ríkinu, þannig að það þyrfti að vera þá einhvers konar sáttmáli á milli ríkis og sveitarfélag það að ríki tæki þátt. Það er allt saman órætt, þetta er rísastórt skref, þetta er rísa kostnaðarmál og síðan það sem við líka verið bent á að sko kerfið er bara brotætt eins og það er í dag og sveitarfélögin eru samt í ýmsum aðgerðum eins og við hér og margir hafa fylgt í kjölfar okkar að ná tökum á þessu og einhver svona kerfisbreytingu núna ekki tímabær svo að lokum á punktu sem að svona stóði mér því ég sá að ef þetta manna þetta allt sem er fagfólki þá vantaði vist ykkur 2500 leikskólakennara inn á markaðinn sko. Þannig þetta er skotið upp umræðum allt annað slagið að gera þetta lögformlega fyrsta skólastíðinu og þetta veri bara eins og reykja á samu fórsendum og grunnskóli. Þetta sama háttu þetta komið upp hjá sérstaklega samfylkinguna að gera leikskólan algjörlega gjaldfrjálsan. Já. Þetta er svona einmitt hefðbundnar átakalínu, falleg hugmynd en stundum verður mönnum að sjást fyrir í þessu öllu saman og ég er ekki talsmaður þess að allt eigi að vera frítt í þessu samfélagi það er innan geðsalbans það er borgarlega, hagfræðingurinn í mig segir náttúrulega fyrst og fremst að borgar alltaf einhver at the end of the day en það þurfa að vera hófleg gjaldtaka fyrir þjónustu eins og þessa. Já, amen, sammála því og maður bara hrósa Orra á Ástísi fyrir Kópavogsmódelið, menn að mér sýnist nú öll að útspila annara sveitafélag en nú bara eitthvað svona poor man's version af Kópavogsmódelinu sko. Já, það var nú ekki verið það. Vorum við þetta með Hlyn Bærings um daginn sem talaði framsóknarmódelið í Kópavogi. Já, það var heldur gott já. Vist að því? Ég þarf að byggja það. Já, framsóknarmódelið í Kópavogi. Herri, við ætlum að færa okkur í fjárhaginn og skipulagsmálin. Já. Við erum auðvitað með kappal og þú fær ekkert mikið flottara daily casual föt en herraföt en þar. Nei, þeirra flagship store er inn í Smárlendinu. Já, og ég ætla ekki að fara neina grafgötu með það að þeirra Solveig og ég vorum að syngja saman nefjum þá. Það fórst í kappal. Já, hún tók mig í gegn. Það voru nokkra ferðirnar í kappal þá. Það var ágætt og hérna. Já, þú þurftir alveg á því að halda. Já, maður er betri maður fyrir vikið. Þökk sér kappal og Solveig en svo eru þetta með Krónunni sem að styðja við skólarheisti. Frábært framtak og þeir styðja við lýðheilsu ungmennana og eru auðvitað með 50 dags fiskinu auðvitað ef að fólk er að sá gallinir á þeim þá eru þeir með frá fiskbúðu Haflega og mikið af góðum uppskriftum sem þú finnur á uppskriftarvef Krónar ásamt því að þeir eru auðvitað með skannaðskunda en nóg þetta því að við ætlum að færa okkur yfir í fjárhæðin sko eitt sem að kannski stingur einskiptistekjur vegna lóðusölu er þetta burður ás í fjármögnun Kópavogsbæjar eins og stendur? Eða er þetta sjálfbært? Já, sko, þetta er bara mjög áhugaverð umræða sem er í gangi kringu þetta og allt frá því fólk hefur bara mjög sterkar skoðunar því að þessi gjöld séu innheimt með þeim hætti sem þið eru innheimt, þess að bingar réttagjöldin en sko eins og þetta er hjá okkur þá stillum við alltaf upp fjárhagsáætlun fyrirfram með það sem við gerum ekki ráð fyrir þessum einskiptistekjum inn og við fjármögnum okkur með tilliti til þessi áætlunum síðan fer lestin að stað og við vitum og þetta er gert vegna þess að menn brendu sig á svo hér á árum áður að vera að færa til tekna í rekstrareikningi lóðir sem að sátu fastar hérna, eftir hins árunum og hérna þetta bara búið að gera ráð fyrir sem tekið þá já. Það er eitthvað málið
þessa tekjur í grunninn, og það bara svo stefna sem hefur verið í gangi á Kópavogsbæ lengi, þessa tekjur í grunninn fara alla til lækkunar á skuldum. Og það sem gerist, ég skoði bara ásetningi núna 25, að þá erum við með ætlum við að vera með einhverja 300 milljónir maður rétti afgangar restrækningi, en erum með einhverja 85 miljardar vegna þess að við fengum einskiptistekjur á sölu lóða upp á 4,2, ég held ég fær rétt með. En svo sjáum við bara, sér maður, og við gerðum ráð fyrir áætlunum að vera fjármagn okkur upp á okkur 4 milljarða í lánum að taka lánum på okkur 4 til þess að loka áætluninni svo við lögum hana fram. Síðan mjög, og þetta við höfum lagt okkur fram við að hafa þetta mjög skýrt og sýnilegt í reikningunum að þetta bara leitt út í gegnum sjóstreymi, þessi tala 4,2 miljardar, leitt niður, tekið út úr efstalhlutum á sjóstreymi og onni varlega restafjármunni, og það sem þeir eru bara færðir í, sem sett á móti því að þeir enda niður í skuldaliðinni og þar bara lækkun skulda á móti og við tökum krónur 0 í ný lán á síðast ári, 25 í Kópavogi, við erum að framkvæma fyrir tæpa 8 milljarða. Og þar þetta er ekkert flóki í sjálfsög hvernig þetta fjármagna, það handbært fyrir frá rekstur, baka 4,5 milljarða út af reksturum, hann ekki ósjálfbærar en það, hann að skila því, og við erum með einhverja 4 þá í einskiptistekjurnar. Þannig að ný lántak á síðast ári krónur 0 og skuldalhutullur okkar að hrynja niður, við erum komin í ykkur 70% skuldalhutull og 150% þetta markmið sem að lögjum við setur. Þannig að, þú veist, bara til að gera langasögu stutt á hans að fara út í mikla greiningar á reikningu hér að þá eru þessi fjármunni notaðir ekki notaðir í rekstur, notaðir til að lækka skuldaþurina. Það bara takk frá mér. Annað væri óábyrgt. Og menn hafa reynt að halda öðru fram en ég hvet fólk til þess að kynna sér reikningin eða mjög áhugasamt að getum fengið Jón Franda sem góður í bókaldi til að leiða þetta út. En þetta er sláandi tölur að við tökum krónu 0 í lán í rekstræningu sem fjárfæst fyrir 8 hjarta á ári. Það ansi mikið. Já, það ekki alveg það sama í höfuðborginni. Nei, nú spyr sá sem ekki veit búsettur í höfuðborginni og þetta ekki svona þar. Búið að skrúa fasteignagjöldin upp í rjáfur. Hver staðan á þeim í Kópavoginu? Þau eru bara í samræmi með okkar stefnu að halda þeim í lágmarki og þau að innheimta svona fasteignagjöld þá byggist þetta annars á því hvað fasteignamatið hækkar á milli ára og þá þetta stillir þú hefur sem til að vega á móti því þá hefur valdið hvað þú leggur mikið á í hlutfalli og við erum búin að taka álagningarstuðulinn hér 0,2 niður í 0,15 á 4 árum sem að í mínum bókum 25%. Álagningarstuðulinn 25% lægri heldur en var fyrir 4 árum síðan. Móti hefur þetta komið að fasteignamati hefur hækkað og hækkunin hins vegar við höfum stilt þetta af þannig á hverju ári að hækkunin í krónumtalið á milli ára, hún nokkurn veginn bara verðlagshækkun og þegar að fólk talar og einhver í pólitíkinni hérna sem við erum að keppa núna að tala með að hækka 20% krónutalan hefur vissilega hækka 20% en þið vitið hvaða þróun hefur verið í verðlagi og launum á sama tíma, þetta nokkurn veginn algjörlega á pari. En þá sangjöld framsetning að segja samt að fasteignagjöld hafi lækkað í Kópavogi eða? Já, þú þarft kannski að setja þetta fram með skýrum hætti en álagningar hlutfall fasteignagjalda hefur lækkað 25%. Það algjörlega kristalltært. Svo getur þið tekið debattum það, hvernig það filterast út í krónur og aura og verðlag og launaþróun og allt þetta. En ég bendi á að sveitafélagana og þau hafa tekið hækkunina, þau hafa bara tekið fasteignamats hækkunina og ekki breytt álagningar hlutfallinu. Ef við höfum gert það, þá held ég fara aftur rétt með þá minnum við svo tala sér milli 3 og 4 miljardar sem þau hefðum fengið. Já, það hefur verið Þannig að, og hvar eru þeir? Þeir eru í Lómenn hjá Kópavogsbúum. Þeir eru búin að gera eitthvað sniðut við þá, fjárfesta í sínum setja inn á sparnaðarreikning eða fjárfesta
eins og sannir Kópavogsbúar Já. gera. Nei, allir gann mér slepptu að þú veist og mér finnst þetta að vera svo mikið svona þetta er pólitíkin í sveitarstjórnarmálum. Mér finnst þetta að vera svo mikið grundvallar hugsun. Er peningunum betur varið í vasanum hjá þér, að því þú býr nú í Voginum, góða, eða hjá einhverju kerfi upp á bæ. Þetta er annarra manna peningar, þetta er peningar almennings. Og ég bend á, við fullnýtum ekki útsvarsstofnun heldur, við erum hérna svona uppundir hann, en við nýtum okkur ekki heimildi til útsvars til fulls og við höfum verið að lækka fasteignagjöld. Og þetta hefur verið ástendingasteinn í bæjarstjórn og þar hefur margumrætt samfélking gagnrýnt okkur harðlega fyrir að grafa ekki dýpra í vasana á almenningi. Af hverju? Þið þurfið þess ekki? Já, sko, það kannski snýst argumenti, sko. Það væri hægt að gera miklu betur ef við hefum meiri pening. Okay. Og þess vegna hefum við að sækja alla þá peninga sem við mögulega getum svo þegar við erum búin að fullnýta það, þá sækjum við bara meira. Já, og ég segi stundum í þessar umræða að þú sért með yfirdrátt, þá þarf ekki að nýta hann, sko. Nei. Og þú dregur bara þar á sem þú þarft, sko, og ekki krónu meira. Og ég vil líka þessu svolítið við skattapólitíkina okkar. Þú dregur ekki meira á reikningi þinn, sem ég er með hjá þér, heldur en ég þarf. Og við vitum það líka að í svona stórum einingum sem eru velta 60 miljónum ári eins og Kópavogsbær, það er alltaf þetta að finna einhver staðarhólur, finna nýja leiðir, finna breytt verklag til þess að nýta peningana betur og hérna fara vel með það í staðin fyrir að sækja alltaf meira í vasa almennings. Það er líka örugglega heldur, ef við tölum bara önnur sveitarfélag, örugglega heldur freistandi að halda bara þessum 0,2 álagningarstöðli. Bullandi, ég meina, ég kann ekki fara með hvað fasteignamat var hækkaði prósentum á höfuðborgarsvæðinu á síðustu 4-5 árum. Já. Það er bara í takti við fasteignaverð. Þannig að þetta eru miklar upphæðir og mitt í umræðinu sko, þú veist, þetta eru í umræðinu bara gjöld og álögur á fólk, leikskólagjöld, gjöld í íþróttir og annað slíkt, að þá gleyma skattarnir stundum. Já, það eru svo margir sem eiga fasteignir. Þannig að þetta er svona okkar nálgun á þetta og hefur verið mín nálgun á þetta að gæta hófs og reyna að reka vel, en ég sjálfur hefur náttúrulega rekið fyrirtæki mjög lengi og ég get alveg sagt ykkur það að maður er aldrei búin að fullkomna þá list þó maður sem að reka sama fyrirtæki og skila 20 ásetningum, það er alltaf einhver surprises, sko. Það er nú helst á frumherri sem við hefum gert það. Sko, eitt sem ég langar að spyrja, við erum náttúrulega búin að vera aðeins að fylla bæðmála, við erum búin að fá Valdimar og við erum búin að breyta okkur í framsóknar hlaðvarpið, en við erum búin að fá Valdimar, við erum búin að fá Almar og Hlín saman og Framsókn eftir dag. Já, framsókn eftir dag. Búin að fá Garabæð þarna fyrir núna að fá Kópavog. Sko, tölum við Almar og Hlín að þeir eru náttúrulega byggjaði komin með Urriðaholti, Vetrarbrautina, Þorraholti og annað og Hafnarfjörðinn og eiginlega bara uppseldur. Hvar á fólk að búa í Kópavogi ef við ætlum að fara að stækka sem sveitafélag? Þetta er bara stærsta spurningi sem við stöndum frammi fyrir í þessu bæjarfélagi. Sko það er svo sem komið fram að þessi mikli landnumabær sem við þekkjum, Kópavogur, árum áður, hann er nánast innan núverandi vaxtamarka höfuðborgarsvæðisins, nánast, svo hann er langt komið allt sitt byngaland. Eftir standa þéttingareitir hér og þar og svona einna helst stærsta svæði sem að eftir er það sem kvöldu Vatnsenda-Hlíð sem er bara hana við í framhaldi af þingunum og upp í meðfram Vatnsenda Elliðavatni og við erum með það í skipulagsvinnu og skipulagsferli, það hefur tengst svolítið málaferlum Vatnsendan og sem að hafa verið mikið í fréttum að tafist að fara inn og Vatnsendar ákveðin og svæðið og svo framvegis, en þetta er alltaf skýrast þannig að þetta er innan núverandi vaxtamarka höfuðborgarsvæðisins svona síðasti stóri tjönkurinn sem við eigum eftir í Kóp. Við útlutuðum á þessu kjörtímabili þessum 500 íbúða hverfi upp á háhæðinni, Vatnsenda hvarfi sem kallað er og það var fljótt að fara og við þurfum meira. Þannig að það eru vönd að ráða og þá komum við að þessum blessu og margumræddu vaxtamörkum höfuðborgarsvæðisins sem að raunverulega eru svona girðing höfuðborgarsvæðið hvar megi byggja og þeim þarf að breyta. Það verið hugmyndir hjá okkur uppbyggingu upp á Gunnarshólma, stóru svona þjónustukjarna fyrir fólk á 3. æviskeiði. Senda gamla fólki á eyðieyju.
Já, það hefur verið talað um það að þetta sé alveg hræðileg fræði en svona kjarnar nú til mjög víða. Þeir að senda gamla fólki út í sveit. Já, svo það er bara svolítið gaman að þessari orðræðu, það senda og þetta sem kannski lýsir svolítið hugafærinu gagnvart eldra fólki, menn að því er sjálfsagt sett hvað að gera í sínu lífi og það er nú margir reynsluboltar í þessum hópi og þeir láta ekki senda sér neitt þessi reynsluboltar, þeir fara ekki nefnir þeir vilji og þá erum við að tala um það að jú, ef þú vilt ekki búa á Gunnarshólma í geggjuðu konsepti, svona þjónustu konsepti, þá bara viltu það ekki, ferði ekki ánga og þá fellur konseptið sjálfs sig. En þetta er spurningu val. Þannig að jú, Kópavogur, það er farið að þrengja á honum og vaxta möguleikarnir eru bara þeim fyrir fækkandi. Eitt sem ég langar að spyrja það, höldum áfram, Kristján talaði um þetta, Jónas og Samfélkingur talaði um þetta með Bjarg, við hafum búið upp að koma hérna eins og þetta óhagnaða dreifir leigufélag sem flestir hlustinu þekkja, því Kópavogið hefur ekki sjá svoleiðis. Já, sko, ég nú skiptir rosalega máli allir svona umræði hvernig maður orðar hlutina. Ég sjálfur sér í prinsipinu ekki að móta þessum félögum. Þau eru auðvitað með þann tilgang að reyna að einhvern veginn koma til móts við tekjulegra fólk með húsnæðismálin sín og svo framvegis. Við allavega sko ég og framsóknarmenn við aðhyllumst auðvitað bara þessi sérgnastefnu. Það virðist vera sem að yfirgnæfandi hluti landsmanna vilji eignast sitt eigið húsnæði, frekar heldur en að vera í svona konsepti. En enga síður, það er fólk sem bara kýst þetta en þá skiptir rosalega máli í þessari umræðu hvernig sko fjármunum almennings er ráðstafað og ef að byggingafélagi Bjarg fær lóð upp á sem kostar á marka einhverja 300 milljónir hérna upp í Efribyggðum þá og færa hana á diskanti, þá erum við kannski að komin út í það, þú veist, akkur ekki ykkur annar að fá hana á þessu diskanti. Gæti sjálfstætt starfandi leigufélag mögulega gert bara nákvæmlega sama jafn góða hlut og Bjarg ef það fengi þessar tilslaganir sem Bjarg fær. Bjarg er náttúrulega orðið risastórt fyrirtæki, ég heldur sem komið efnaðsetningu upp á okkur milli 30-40 milljarða og það er meira og minna í svona tilfæslum eins og ef þessi stað með eignir, þetta eru eignir almennings sem færast yfir á þennan reikning. Það eru önnur hagnaðardrifin félög að núti, það eru önnur konsept, það eru námsmanna félög, það eru húsnæðissamvinnu félög, það eru búseturéttar félög og svo framvegis. Ef að einhvern tíma myndast svigrúm og það eru aðstæður til þess að fara út í samstarf við svona félög, þá frá mínu bæðurinn séð þá þarf að fara yfir alla flóruna og geta jafnræðis og koma einhver regluverki á í kringu það. Ekki bara random útlutanir hér og þar. En stóra máli hinga til að þessu kjörtímabili er kannski það að við erum bara búin að útluta þessu eina hverfi á kjörtímabilinu. Þetta er ekki stórt hverfi og það er í stofnin sérbileg hverfi. Það er einbýlishús, það eru parhús, það eru raðhús og síðan eru svona tiltölulega lítil fjölbýli í restina. Þannig að við ákvaðum að með þessa takmörkuðu auðlind sem við erum með, við ákvaðum að reyna að komin út á þennan almenna húsnæðismarkað. Létum að þetta forgangi. Til að auka fjölbreytileikann í þessu. Og auka möguleikana á annars konar útlutum mögulega, ég ætla ekki að útluta og loka þar aldur ævi að þá þurfum við ekki framboð. Og það er það sem að mantran sem ég er búin að syngja öll þessi árun alveg frá síðustu kosningu og gera aftur. Þetta er framboðsvandi. Við getum ekkert leikið okkur með mikla variasjónir af þessu fyrir við erum búin að auka framboðið massíft. Það er verkefni allra sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Þau hafa mismikla möguleika á því en það er verkefnið. Klart, mjög vel svara. Einu á letturnótunum hérna. Mosó með bæjarhátíð, Hafnarfjörður með jólastemming og hjarta Hafnarfjörðar. Er bannað að hafa gaman í Garðabæ og Kópavogi, ekkert hjarta Kópavogs eða hjarta Garðabæjar og framsóknar sameiginlegt að vera þarna. Skulum ekki gera lítið úr Hamraborgarhátíðinni, hún er komin til að vera og við höfum í sjálfum sér sko bara, ég er opið fyrir öllum góðum hugmyndum í því, alltaf gott partí, annars slagið. Kópavogur er svona kannski ekkert
þekktast í partíbarinn í landinu en við hefum gert okkur glaðan dag á Rótstúni núna á 7. júní í marga ára og við ætlum að fara að reyka menningarmiðstöð í Smálindinni, það sem að vera vondi glatt á hjalla og svo framvegis en við erum ekki mest í partíbar á Íslandi en við erum alveg að standa undir nafni í menningunni, alveg ríflega það og menningi er náttúrulega ekkert annað en skemmtun. Klárt. Eitt svona árum höldum áfram fyrir kannski hans bara landsmálun og svo í fótboltan. Þessi könnun sem birtist þarna í pallborinu í Kópavogi þar að segja, Sjálfstæðisflokkur með 37% rúm, Framsókn 8, Samfylking 23 og Miðflokkur 11, Viðreisn 12, fylgi ykkar að helmingast frá síðustu kosningum ef þetta verður niðurstaðan. Ég meina, við hljótum að binda vonum við það að þessi þáttur gefur þér innspýtinguna sem við fekk síðast. Já, ég meina það er ekki nokkuð vaf á því að það mun gera það. Ég er svo sem ekki með gögnin en ég held ég að fengi alveg svakalega gott bústirni í síðasta þætti hjá okkur. Ég er ekki frá því heldur ég hafi bústað þáttinn en það er önnur saga. Já, þessin eru við ennþá einn í dag. En öllu gamni slepptu þessi mæling, hún er eins og ég sagði á Vísi, hún er nokkurn veginn í takti við það sem ég átti von á. Já. Og ef við lítum aftur í tíman að þá er þetta svona mikil frávik raunverulega í síðustu kosningum hjá okkur við tvöföldum fylgið á milli 18 kosningana og 22 og við erum að vinna með þessa tölur 8, 9, 10% í kosningunum 18, 14 og 10 ef ég fer rétt með, þannig að einhver kynna að segja að þetta væri svona kjarna, þetta væri svona kórfylgi okkar í voginum og svona miða við hvernig svona gengi flokksins hefur verið, bara segjast eins og frekar bröðsótt síðustu misseri að þá er gott að vita að kjarnin setji staðar, að við sem ekki að fara niður úr því gólfi. Ég bind vonum við að hífa þetta upp og ég vil ennþá halda því fram að annarsætið okkar sé barnsæti. Við erum að keyra fína kosningabaráttu okkar mati, við höfum reynt að koma inn í hann á okkar forsendum, ekki á forsendum annara. Mér finnst alltaf mjög mikilvægt í öllum plönum að þú fara þín með einn og þú látur ekki mótherjan stýra planniðinu en við erum að keyra góða kosningabaráttu og ég bara spyr að leikslokum í þessu. Ég er auðvitað að selja að mínum að bara freka góða vöru, ég er að selja mjög áraksýtt kjörtímabil og ég er að selja reynslu, þekkingu, þjónustulund, jarðtengingu, jafnægið, skynsemi og svona, já, þetta er svona þessi gildi sem ég vil standa fyrir. Og spenntur að vinna áfram með Sjálfstæðisflokknum? Já, við náttúrulega algjörlega, ég meina samstarfið gengið mig vel, ég held að það fari ekkert fram hjá neinum og ég held að mér heyri svona tónnin í báðum flokkum vera á þá leið. Mér finnst eðlilegt að þegar að svona meiri hluti heldur að þá sé allavega fyrstu samtölin innan þar og til að kanna grundvöllin, sérstaklega þegar allt við gengið vel. Ég skil það þegar allt við gengið illa. Ég er ekki þar með að segja ég sé búin að mynda meiri hluta með Sjálfstæðisflokknum fyrir kosninga, við göngum auðvitað sem svo opinn og þar undir göttum og við verðum svolítið að lesa og sýna niðurstöðu kosningarna þá virðingu að mynda meiri hluta sem speglar hann. Það er aldrei góður síður að ná einhverju blokk þvert á sigurvegarana í kosningunum eins og stundum hefur gerst að jafnvel þeir sem hafa fengið slæma útkomu er að mynda meirihluta á einhverjum taktískum ástæðum. Þannig að við erum bara á opið samstarfi alla og teljum okkur að vinna með öllum þessum aðilum sem eru í framboði núna. Þetta er bara sóma fólk sem er að gera sitt besta fyrir voginn. Já, klárt. Ég ætla líka bara að nota aftur ég að vitna í hennar rúfþátt og vísi að það er gaman að sjá hvað er ungt og fest fólk óháð flokkum sem vill gera vel fyrir bæði. Það er bara mjög vel. Ég sammála því. Það er vel. Færum okkur aðeins á landsvísuna. Talar um það að fylgiflokksins kannski hefði verið í brasi þar sem er rétt er að færa okkur þennan lið. Það er ekki brössátt þar. Nei, 10. mæ, 13-15 Stjörnusæðar, Vísindavilli, Sirkus Íslands og á sunnudaginn? Já, ég geti haldið áfram lengi. Þetta er á sunnudaginn í boði ON, auðvitað með appi góða og svo Columbus ævintýraferðir. Vá. Ferðast með reyndum íslenskum farastjóra.
Það er önnur upplifun Mhm. heldur en að vera þarna sjálfur einhvern veginn upp á eigin spýtu. Úff, eitthvað að reyna að googla eitthvað sjálfur. Þarna færðu bara sögurnar og öryggið og öll besti ráðinu þetta bara beint í æð og þar þarf þetta mæta með passan með þér, annað er Það sé það að tjekka búið inn að sjá fyrir þig, fyrir þig. Það er bara frá A til Ö með Columbus, virkilega flottar ferðir þar. En sko, framsókn á landsvísu, er flokkurinn í krísu, má segja það? Hann er í mótbyr. Ég finn það eins vegar sko gaman, þú veist, ég fór á mistunarfund í haust og síðan á landsþingi okkar í hvenær það var, febrúar. Þetta er framstæðarflokkurinn svolítið merkilt fyrirbæri, hann er náttúrulega yfir 100 ára gamall flokkur og hann er mjög vel skipulaður á landsvísu. Það er varla sá reppur í landinu sem er ekki starfandi framsóknarfélag og það er mjög gaman þegar maður kemur sko ekki síst þegar að blæsa móti svona í vandi fylgi og kemur á svo fundi, þú sér þetta risa organisation sko. Heldur betur. Og það er svona blæsmanni byr í brjóstið en það fer ekki, það er engan stjórnmálafræðing til þess að fara með þá ræðu að flokkurinn er auðvitað í mótbyr og hann svona misti daldið bara mjög stuttum tíma einhvern veginn mistum við miðjuna, við vorum mjög sterk á henni 21 í Alþingis og 22 í sessunar. Sorry, greið fram mér orðið, 21-22, af því að þú talar ámandi framsókn að þetta hefði verið dálítið frávikarna 22 hjá ykkur. Það var alltaf rosaleg stemming með framsóknarna 21-22, báða kosningar. Var það kannski bara frávik? Já, ég minna flokkurinn ríkur upp úr öllu valdi í könnunum. Sko, ég man ekki tölunar í alþingiskosningunum en þú veist, okkur tókst bara gríðarlega vel upp að ná svona sérstaklega höfuðborgarsvæðinu sem er oft verið veikt við og suðvestrið og með sterka einstakling Fossari og með gríðarlega öflugt eins og farsættalögin Ásmund Einari og margt annað sem var svona fest og stert og gott. Þannig að við einhvern veginn urðum allt í einu bara heitir og og fengum þetta góð fylgi. Ég man bara hvernig maður hugsaði þetta 21 að þú veist, miðjan væri okkar, maður fann að maður var svolítið einn á miðjunni, maður var svona gætt alveg haldið þeim álflutningi úti. Við röktum það áðan hvernig ríkisstjórnarsamstarf einhvern veginn varð pínu bara toxic fyrir flokkinn á endanum, við notið það orð, það er kannski jákvætt orð en einhvern veginn snýr sitt í höndunum á okkur. Margir hafa haldið fram að þegar að Katrín Jakobsdóttir hætti þá hefði framsókn bara átt að slíta það voru eins og þið munið alls konar skoðanur á því hver var forsætisráðherra í framhaldinu og hvernig þessu var haldið lifandi að marga mati bara í öndunarvelinni sko. Þannig að þú veist, allt þetta er einhvern veginn virtist reynast flokknum mjög dýrt og honum var refsað bara mjög grimmilega og við erum að missa sko höggið sem við verðum fyrir. Við erum að missa þingmenn báður Reykjavíkurkjördæmunum, Ásmund Einar, Lilju, Alfreðsdóttur. Við viljum okkar besti maður sko. Með einhverjum kvartla ekki á nokkuð manni að maður myndi missa þingsæti. Nei, maður sá líka Sigur Ingi á bara miður sín sko. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er högg og ég vil auðvitað bara kalla þetta mótbyr en aftur tilbaka í það hvað þetta er svona solid grunnur í þessum samtökum að og eins og menn segja stundum við höfum séð að svart í gegnum tíðina og við höfum bara vinnum út úr þessu. Þetta er bara lukkuhjólið. Lukkuhjólið er ekki að stoppa við okkur núna finnst mér. Það er svolítið á öðrum stöðum. Ég er alltaf kemur upp í hugan sko útkoma samfylkingarna í kosningunum 2016 þegar þeir fengu 3 þingmenn og raunverulega Logi núverandi ráðherra bjargaði þingflokknum. Þannig að þú veist, það er stutt á milli í þessu og við sjáum það líka núna í Kópavoginum að samfylkingin fær 8% fylgi í síðustu kosningum en hún í 23 í mælingum núna. Þannig að þú verður bara að þreyja þorran og vera svolítið samkvæmur sjálfur og bíða þangað til að
fólk svona auki skilning sín á því sem við tala um. Já, og eins og þú talar og ég held að það hlustendur viti það eins og við allir hérna þrír inni að ástæðan fyrir velgengni samfélkingarna út af forsætisráðunum sem ansi vinsæl og ekki gera lítið því sem Jónas hefur verið að gera eða Pétur Martins en þarna það bara eins og Orri segir mikil stemming með samfélkingunni. Það svona ef ég fæ aðeins að grilla þið þetta momentum 21-22 þá voru líka nýjir og ferskir aðalar að koma inn. Orri Hlöðversson, Einar Þorsteinsson, Brynja Dan, Ásmundur Einar var mjög vinsællana, þetta var hann búin að lengi en ég áttum á því en Lilja Dögg Alfreðsdóttir, glæsileg stjórnmálakona, ætlum að reyna að fá hana hingað til okkar inn í sumar en ég er bara svona að spyrja, ég veit að það er kannski erfitt fyrir að svara þessu en með framsókn í þessari krísu innan gæsalappa, hefði kannski þurft að fá utanakomandi aðila að til að reyna að fara kannski út fyrir kor framsóknarflokksins? Góð pæling. Þegar þú segir þetta þá svona reikar hugurinn aftur til 2009 held ég. Þegar var búið að vera mikið svona rót í flokknum. Ekki síst bara sem sagt, eftir efnarsunnið og þá voru tíðformanskipti á þessum tíma í kjölfar af Halldór Ásgrímsson farsæll leiðtogi til áratuga stegið niður þá var svona svo rót á topnum þá voru hérna Jón Sigurðsson, Valgerður Sverrisdóttir og fleiri sem koma að því og hérna þá mitt svolítið þarna með minnið af 2009 sem að menn segja, heyrðu hérna var ekki sniðugt að fá okkur svona bara eitthvað utanakomandi einstakling sem hæfur og dulur og þar inn kemur Sigmundur nokkur Davíð ég hef kannski ekki staðfest en hérna einhver sagði mér á því flokkstingi að hann hafi verið búin að vera 90 dagar í flokknum þegar hann var formaður þetta er hérna þetta er svona svolítið og þá komum aftur þetta er svolítið það sem ég var að segja á það líka þú veist, þú ert nýkomin í byrjanlið og þú ert úr fyrirlið og strófiskipta og tekur allir yngustinn og aukaspyrnunar þannig að það var mikið á ungan mann og reyndan lagt og hann reyndar átti mjög góðan sprett sem formaður í kjölfarið en svo endaði það eins og það endaði þannig að þetta hefur alveg verið reynd áður og gert áður en það má svo sem líka alveg segja á móti að það sé mjög gott að fá formann sem að atvinnumaður, reyndur í faginu og þekkir stofnanir flokksins og svona sálarlíf flokksmanna svolítið betur en utankomandi maður en þetta er bara sama með stjórnandi í fyrirtæki second in command og hann að koma inn núna eða að sækja einhvern annan þegar forstjórinn hættir og svo framvegis en hérna Lilja var bara kjörinn formaður með góðum meirhluta og fekk fína kosningu á flokksmönnum og réttmætt sem stík í dag sko. Heldur betur, herru, til að slúta þess að hann að förum í fótboltan bara örstutt ertu ekki búin að vera mjánaði með störf ríkisstjórnarinnar svo far? Það ekki gera frábærleiti? Ég vildi ekki geta sagt það ég er nú þannig gerður ég glæðst yfir góðum árangri alveg saman hvaðan hann kemur en mér finnst þetta hafi verið dálítið basl á þeim ef að menn setjast niður og taka markmiðalistan upp úr skúfunni já, og hvað er komið langt? 1,5 ár þetta ekki jólin hérna? Jú, 1,5 ár, jú að þá held ég að það sé ekkit rosalega mörg bóks sem hægt að tikka í sko. Það er ESB-bóksi kannski? Það er ESB-bóksi ef eitthvað er heldur á undan áallun en mér finnst svona einhvern veginn mönnum ekki að bóri gefa til þess að klára það sem við ætlum að klára og voru kostnur út á mönnum konum og þú nefnir þess að hægra enga tilögur ég bara lýsa eftir þeim þetta þótti svo briljant að það alveg að vera nóg að fá hugmyndur utan úr bæ hvernig þetta að endurskoðin rekstur en hérna og þetta svona alltaf svolítið stutt í PR-stöndið skilur í þessum þessu umhverfi en eflaust þetta tína til að ytraðstæður og akvamar og það er okkur ástæði fyrir öllu en máli auðvitað það að þú veist það eru ástæður fyrir öllu já. Og þegar þú ert að koma inn og þú setur þetta plan og
og svo gerist eitthvað í ytræðingunum sem að hefur áhrif á planið, þá það þitt að bregðast við því, finna lausnir og keyra planið áfram þannig að það virki. Þessun ertu ráðinn. Þessun ertu ráðinn. Þú ert gæinn sem átt að græja þetta sko. Og hérna það þú veist, má alveg saman sem segja fyrri ríkisstjórn að hún brást við COVID, hún brást við hamförunum í hérna Grindavík og það voru meðvitaðar ákvæmni teknar þar og mjög miklum hraða. Þannig að sko þar komu reynsluboltar við sögu sem að gera góða hluti að mínum mati og ég lýsi bara því sama hjá núverandi ríkisstjórn, þau bara bregðast við, þau eru bara að koma sterk inn og mér finnst þessi svona pólitík vera dálítið keima því að það er svona visst ráðaleysi, visst reynsluleysi og hérna og myndi vilja sjá svona skarpari aðgerðir heldur en það sem er í gangi núna. Klart. Þá erum við komin í fótboltan. Já, það eru kaflaskipti í þessum þætti. Ætlum að taka ITF og KSÍ, byrja á þeim. Sko, þegar þú kemur til okkar fyrir það byrjum 4 árum síðan, þá vorum við að ræða ITF og þetta var svona tiltölulega nýtt að nálinu og ég var ekki almennilega búin að átta mig á því hvað þetta gerði nákvæmlega, sko. En ég verð að segja það, upplifunin af bestu deildinni frá stofnun þess að mæta félags hefur verið bara til mikill að bóta. Sammála. Og bara mikil stemning og gaman. Þú segir þetta samt bara því þú ert káir ykkur núna, sko. Ég ætti spilað eitthvað inn í, en hvað hefur gerst hjá ITF síðan við hittum síðast fyrir 4 árum? Sko, maður þannig að rifja upp tímalínunar í þessu, hvað hefur gerst? Við vorum, sko, ég er alveg sammála að ITF er stórmerkilt fyrirbæri í íslensku fótbolta og hérna raunverulega ekki alveg held ég almenn meðvitund það hvað ITF hefur leikið stórt hlutverk í íslensku fótbolta bæði hvernig kalla núna síðustu 5-6 ár reyndar eldra en 5-6 ár svona game changer í þessu það sem við og game changerin sá að leikbreytirinn sá að syns, það var samkvæmlega það að milli KSÍ og ITF að raunverulega rekstur deildarinnar og markasetning deildanna efstu, teggja, kalla og kvenna eruðu á vegum ITF og hvað þýðir það? Það þýðir það að hérna ITF sáum að selja sjónvarpsréttinn og ITF sáum að selja bettingréttinn og ITF sáum allt branding og alla sölu bara á þessu ætimi og það bara gerðist eitthvað þannig, ég man ekki hvernig þetta var, við vorum hérna 22 ekki, þetta var Mæti 22 að hérna að það verður bara sko, við fáum góð verð það kemur svona market value á íslensku fótboltan sem ekki hefur verið til staðar áður og samhliða þessu vinna ITF og KSÍ að því að breyta mótinu og það kemur til bara búið að ræða þetta lengi en við klárum það á einu ári að koma með keppsviðkomulagi eins og það er núna það sem er úrslitakeppni 27 leikja mót og það að mínum mati hefur haft bara þau áhrif að íslensku liðin orðin betri fótbolta heldur en voru fyrir 5 árum. Já. Það er bara þegar ég var í fótboltan á maður 10 ár að fá 60 leiki núna er þessi stráka allavega stærsta völli og hann er komin í 100 leiki sko. Þannig að hérna það er mikið breyting þannig að og síðan auðvitað vöndum okkur mjög og unnum upp þetta brand sem ég er mjög stoltur að hafa gert eða tekið þátt í þetta hefur tekist fádama vel og það er óbóðslega sterk vitund bara núti á þessu brandi þannig að maður segja að hafi svona þessi hlið fótboltans, þessi rekstra hlið og höfundarétta hlið og svo samlega þessu höfum við verið að náttúrulega við þurfum að til dæmis tengt bettingrætinu þá þurfum við að skaffa signal út til London held ég á 2 sekúndum eða eitthvað áleika og það er svona við þurfum að vera með data sko center sem að við höldum utan með gögn og eigum og höfum höfundarétti yfir í framtíðinni félögin þetta er leitt í þess að tekur félagana sem sett af
sjónvarpsrétti og bettingrétt margfaldan með það sem voru áður. Þannig að þetta, ég mjög stoltur af þessari vinnu og hafa svona verið einn af forsvarsmönnum hennar á þessum tíma og ég get alveg sagt ykkur, hún var alls ekki auðveld. Það alltaf talandum bara Kópavogsmódelið til dæmis, að allar svona breytingar rífa í og svo en ég mjög sátt við þetta og við bara, það eru frábæri aðalega að vinna þarna, Bjössi og Biggi inn í ITF, menn sem vita alveg hvað klukkan slær. Við aukjum mjög alveg samstarf, sambarleira félaga Evrópu og fengið að njóta alls konar fríðinda í gegnum það og svona frírættir má segja jafnvel í ýmsu. Þannig að þetta ég bara mjög ánægður með ITF og bara stöðun á íslenska boltanum og þessa lenging á sísonum, ég veist hún alveg ekki. Já, samanlega. Já, algjörlega samanlega því. Þú situr líka í stjórn KSÍ. Hvernig samstarfið þarna á milli í dag? Samstarfið, ég satt í formaður ITF situr sjálfkrafa í stjórn KSÍ. Ok. Það fylgir formennskunni. Ég átti mjög góð samstarfið þar inni og bara tók virkan þá sem stjórnamaður líka út fyrir ITF hlutverkið. Ég vann með 3 formönnum, Guðna, Vöndu og svo Totta í lokin. Allt saman sóma fólk. Ég vissulega var þarna inni þegar þessir erfiðleikar dundu yfir í rekstri samtakana sem að tók með því erfiðara sem hefur tekið þátt í vinnu og félagsstörfum og gríðarlega krefjandi tímabil. Við vorum ofta að takast á ITF og KSÍ og ég var daldi mikið í hlutverki Framsóknar mannsins eins og stundum og við vorum að takast á hagsmuni, hvar landamærin þetta liggja milli hlutverks KSÍ og ITF. Til dæmis svona klassískur átakapunktur sá að mótastjórn hjá KSÍ og hann ákveður leikdagana og á mótinu sem ITF á. Einmitt, já. En auðvitað allt unni í samráðu og samkomulagi, en það kom oft upp svona fletir þar sem að menn aðeins að karpa bara eins og gengur. En virkilega bara ánægt að sjá að það komið á friður og ró í kringum KSÍ og menn svona hægt og bítandi að jafna sig. Það síðasta sem ég kannski lagði lóð á voga skálarnar sem stjórnarmaður í KSÍ og verandi bara í minni stöðu í samfélaginu var endurnýjun á Kópavogsvelli Laugardalsvelli og sem að var átaksverkefni sem var unnið á methraða og ég er mjög stoltur að því að við náðum sem samtök að fá ríki og borg á borðinu á 0-1. Þetta var gert á ansi miklu hraða. Ég veit alveg hvernig þið að reyna að slíta fjármagn út úr hinu opinbera. Það getur tekið óreinda menn mörg ár en við gengum til verka og Þorvaldur var það fremstur í flokki. Þannig að það var mikil bót í því verkefni og ég vil talandi fótboltavelli og þá svolítið svona þessi umræða alþjóðlegan velli, fótboltavelli sem uppfylla minimum kröfur til erfleikja og alþjóðlegar kapleikja á Íslandi og nú erum með Laugardalsvöllinn í því og vissulega eftir að Hæbreyti kom á hann að þá lengist klárlega kemstímabilið þar en hann getur samt alveg öðvöldlega frosið og við erum ennþá þeirri stöðu á Íslandi það vantar varavöll í þannig leiki og ég vil að Kópavogsvöllur verði sá völlur og ætla að beita mig fyrir því bara á full force og það á minni stefnuská svo ég fóði að koma smá kosningára inn í þóttinn að ég vil að Kópavogsvöllur komist í þá stöðu að vera svona varavöllur ljósvallar í þessum efnum við geti hýst stóru leikina ef að aðstæður eru slæmar á vellinu veturleikinni því að við náttúrulega orðnir fastir áskrendur á Evrópukeppnum langt inn í veturinn síðan eru þetta leikir ynglandslega og jafnvel hvenna landsleikir líka en stóri svona ástending eða svona stóra fyrirstaðan í því máli lýsingin og þetta er það eru svona til að setja í samhengi og það eru 400 luxa lýsing á Kópavogsvelli núna við þurfum 1400 til að vera í standi og við erum að hefja þá vinnu núna við að breyta skipulagi og skoða möguleikana og stækka þetta upp í 1400 lux
Þannig að þetta er svona eitt af þessum málum að því við erum að tala um fótboltan og maður er bæði fótbolt og pólitík, þetta er eitt af þessum málum sem ég ætla klárlega að beita mig fyrir utan auðvitað hérna uppbygginguna á nýjum velli HK upp í Evrópu 203. Já, tölum ekki HK hérna. Nei. Við erum að koma að Breiðablik. Ég held sér ákveðt að við afgröðum það næst, Birgir, ég kannski hleypi þér bara, þetta nú. Já. Þið eru á heimavelli þarna, en gekk góð þetta ef ykkur vantar hjálp, eða hafið eitthvað fram að færa í formi verktöku? Við getum kannski græða þessa lýsingu sem voru að tala um hana. Til að mynda, rigg upp til lúksljósunum, það er pottet eitthvað 1400 stykki. Pípari, smiður, rafvirki í ljósum. Ljósamaður. Já, nefndu það bara, við erum með þetta allt saman hann inn á Giggó. Eins og þú varst líka að tala um í síðasta þetta, pældi hvað þetta búið að stytta alla biðlista. Algjörlega búið að útrýma þeim. Það er ótrúlegt og svo erum við með Elko af því við erum nú í Kópavoginum, þá er þetta í Lindunum. Já. Elko Lindum, einhverju eiginlegasta ráftækjaverslun, bara landsins og þótt við að vera í leita. Ef við ættum að velja vöru vikunum, þá væri það, ég var að segja Soundlink Home, hálftalarinn, 24.995. Fristiskápurinn, kannski Númer 2 bara, eða þú veist, hann er svona runner up ef við lögum mér að sletta. En Orri, sko, þú komst til okkar síðast í mæ 2022, þá rættum við þegar þú lést Gústa Gylfa fara eftir 2 silfurár og fengi Óskar-hafnin, Óskar auðvitað áður mikið að þakka, Blikar Sláturhús og Íslandsmóturinn 2022 með 63 stigum eftir 27 leiki. Takk. Mögulegt besta lið sem við séum á Íslandi. En auðvitað KR-liðið í ár kannski sterkara í við. Já, síðustu 5 leikir. Síðustu 2 vikurnar. 2023 endaði liðið svo í 4. sæti með 41 stig en komst í riðlakeppni sambandsdeildarinnar, fyrst íslenskara liða. Passar. Hvernig leist á það tímabil? Það var bara svona klassíst tímabil það sem að gengur illa að verja titil og ég held nú að það sé nú bara almenna reglan einhvern veginn á Íslandi. Það er langt sem við fengið svona raðsigurvegara í mótum. Þannig að það var svona gríðlega sætt tímabil upp á það að gera að ná svo langt í Evrópu, fyrst íslenska liða, fylgdi því að gríðalt búst fyrir klubbin, leikmennina og auðvitað fjárhaginn. Endar kannski svolítið svona snögglega hann haustið að þjálfarskiptin er sér stað. Já, og ég var í sjálfur sem alltaf komin út úr þessu þá. Já. Og fyrst og fremst sem svona fyrirhverjandi innanbúðanbæður, horfði á þetta þessa atburðarás en síðan bara neglum við aftur 24 og ég meina 3 season, 2 titlar það er, við tökum það. En er ekki leið, ef við tökum bara þegar Óskar fer, minna, hann, eins og segið, þú tókst alltaf stærsta þátti að ráða hann inn, gerði frábæra hluti fyrir Breiðablik, er ekki dálítið leiðilegt að, og ég veit að þú ert komin út af þessu þarna, en þetta var ekkit falleg endalók? Nei, sko, nú ætla ég alls ekki að vera gerast dómar í því máli, en það er algjörlega rétt að það er alltaf leiðilegt þegar að menn skilja ósáttir og ná ekki saman það hvernig er best að slíta sambandinu og ég held að ég sé ekki að færa mikið í stílu með að segja að það hafi verið svolítið þannig þetta haust og ég hef oft lent í því í gegnum tíðina að slíta samböndum, það er ekki persónulegum samböndum, heldur svona professional samböndum og það er alveg $1 milljón virði að leggja mikla vinnu í það að taka samtalið og þannig að þú getur í þessu litla landi sem við búum í hort framan í einstaklingin út í búð og svona tekið spjalli við hann þegar frá líður. Það er bara gullin regla og auðvitað hefði vilja sjá það gerast bara sem bliki, vilja sjá það gerast þarna haustið en svo á móti kemur og þá er ekki gullin regla sko, það er opaslega mikið í umræðunni þegar að slitið er ráðningarsamband við þjálfara og það er oft sko einhvern veginn, jú, þetta er búið lélegur árangur hjá mér og svona og ég hef ekki staðið undir væntingum og þetta eru vonbrigði sko en hvernig mér var sagt upp, það er ekki gott
og það má segja á móti skilur þessu allir saman að það bara erfitt að segja upp starfsmanni, sérstaklega þjálfara, þannig að hann verið sáttur. Ég vildi ég ætti þá handbók, sko. Ég selja hana sem metsölubók, sko. Þannig að þetta er skilningum hana, það eru tilfinningar, það eru vombriði í þessu, þú ert búin að ekki ná þeim, þú veist, fólk að dæma þig, það er ekkit grín að vera þjálfari, sko. Þannig að, jú, en svo svona, þú veist, oft hérna jafnar þetta sig þegar frá líður. Svo spóla áttur eins og talar tökur svo titilinn 2004 undir stjórn Halldórs Arnarssonar sem gerði frábæra hluti og sótti sigur í svona fyrsta alvöru sísoni sem þjálfari. Látið svo fara síðasta haust þegar nýbúið var að gera nýjan samning við hann. Hann mætti til okkar og talaði ekki vel ákveðin aðaleina félagsins. Einhverja getsbár að það hafi verið svo aðalega verið Alfreð Finnbogason en við látum það liggja milli hluta. Var brottreksturinn á Halldóri ósækjað? Ég utanfrá séð enn og aftur og ég verið auðvitað líka að tala valega, ég nú með ungan drengarna í þessum leikmannahópi í liðsins að ég svona utanfrá séð eins mikla mætur ég hef á Halldóri og hafði náttúrulega á hans vinnubröðum þarna 24 þá held ég að málin hafa bara verið komin á þann stað að þetta var það inn í stöðni. Ég myndi meta það þannig. Árangur liðsins var náttúrulega ekki góður mánuðina undan, orkustig í liðinu var lágt, leikmenn spilandi getu og svona alls konar hluti sem maður horfði upp á sem voru kannski svolítið á borði þjálfarans að leysa enn og aftur þegar þú ert í brúnni þá krafan og þú leysir sko og þú verður að koma eitthvað á borðinu svo hjálpa menni þeirri við að leysa það jafnvel, en þú þarft að bera ábyrgð á strategíunni og rífa þetta í gang. Þannig að til að svara spurningunni og mögulega veldur það Halldóri einhverjum ombröðum en ég held að þetta hafi verið bara komið á þann stað að þetta var það sem þurfti að gera. Þú veist, ég hef enga skýring á því hvað gerðist þarna mánuðina undan og við getum eflaust farið, þú veist, allar hringin í einhverjum borði með það að annarkvæmt hafi stjórn meistararáðsráð eða leikmenn klikkað eða þjálfarinn. En leikreglurnar eru svolítið þannig að þjálfarinn er sá sem tekur út pókan sín, sko. Já, en eins og þú kannski komst inn á að það er ekki til rétt leið til að segja upp saman í hverja forsendum eða ástæðum það en kannski smá skrítið þess að tala að það er nýbúið að gera, ég held sér mánuður liðin að fara nýja samning, sko. Það finnst mér, ég lyfti alveg annar hvað sem augabrúninni þegar ég sá þetta að ég lesi þetta svolítið þannig að stjórnin hafi verið að því að það var aðeins svona farið að súrna þarna og Evrópu keppni framundan og Evrópu leiki framundan og inn í haustið og allt þetta að þá hafi stjórn lesið þannig nú skulum við sýna honum bara confidence og ég sletti hérna alveg sem brjálega maður gefa þessu smá vítamín, þessu sambandi sem hérna nú þegar og það hafi verið sko strategían hjá þeim en síðan auðvitað kannski lagaðist ástandið ekki næstu 2 mánuðin eða hvað þetta var eftir það og þá hafi menn bara þurft að feysa það í stjórnarherbygginu að þessi uppsögn þurfi að koma þrátt fyrir að ný samning sé á borðinu og hérna, þú veist, þetta er ekki góð business fyrir þá, ég get alveg hérna sem ekstra maður Nei, 2 mánuður er langur tími bæði í pólitík og í fótboltanum greinilega til að slúta blikunum Ólafur Ingi Skúlason ráðan inn á því flottum árangri í Evrópu og var hársplit frá okkur að koma okkur í Evrópu þráttur að bara fá 2 leiki ég svona að gamla skólum maður hefði kannski bara vilja að fá einhverja Heimi Guðjóns, Rúna Krið ráningu bara göra sem kunna vinna en ég líka fyrir ykkur að titla, en kannski maður er svo ruglaður það er ákveð að fara í tiltölu óreinda þjálfara enda með glæsilegan feril, byrjar ágætlega þetta tíðanbil auðvitað með leikmann í liðinu hann nú ekki að fara að segja þú sitt ósaman þessu ráningu en það var ákveð að leita út af fyrir bóksið hana Já, ég ætla bara að játa það hér og nú að mér líst mjög vel á þetta mér hefur alltaf lítið mjög vel á þetta frá þetta að koma upp fyrst ég
vil líka meina að þetta sé svona partur á ákveðnum kynslóðaskiptum í félaginu. Það nýlega komin í nýr framkvæmdastjóri, það búið skiptum tölvöld staff á skrifstofunni, það yngra fólk komið í svona lykilstöður í klúbbnum og ég held að sko það sé svo sannarlega svigrúm til að stækka þjálfarastéttina á Íslandi. Þetta orðið ansi talandi hringekjur. Þannig að fyrir þetta að mér líst mér vel á Óla, ég kannast nú við hann áður og auðvitað þekki hann allir sem leikmenn en þetta er metnaðarfullur maður með mikla reynslu í boltanum. Þannig að mér líst vel á þetta en þetta er gambúl, svo klárlega gambúl því að sko það er svolítið þannig og sérstaklega með yngri þjálfara að það er ekkit rosalega erfitt að vera til þegar vel gengur en það reynir á þig í mótlætinu og og kannski segja að það hafi gerst hjá Halldóri, ég meina þetta var mikið mótlæti sem hann mætti og stórar kröfur settar á hann og mikið pressa, þannig að þú þarft að hafa svolítið reynslu á bakinu, reynslu er alltaf góð. Þannig að mér líst vel á ráðningunum Óla, mér líst vel á ráðningunum teiminn í kringum hann. Það eru flottir einstaklingar sem hafa mikið knattspyrnu vit. Mér líst vel á svona áruna, léttleikan og ég hef fulla trú á því að þessi létti karakter sé grjótharður þegar á þarf að halda. Já. Þannig að mér líst bara vel á þetta. Svo náttúrulega fótbolta, við þurfum kannski samt sem maður að venja okkur aðeins við sem blikar sko með leikstílinn, hann er orðinn tölvöld breyttur. Já, þú talar að vera titlamaður og ég trú á því að Ólafur Ingi sé mjög árangursdrifinn þjálfari og hann sé svona með þann pínu dólg í sér að honum er nokkurn veginn sama hvernig hann vinnur leiki, bara svo framið sem hann vinnur á. Hann er svona Diego Simone. Já, léttu sig, já, nákvæmlega og Ég er til í það. Ég er alveg til í það, en við þurfum að venja okkur við í stúkunni. Við getum farið í sirkusinn í Vesturbænum, svona inn á milli, en svo horfum við bara á klukkuna og töfluna. Og það er mjög áhugavert hvernig við höfum startað þetta mót. Ég meina, við erum að vinna leiki sem eru svona ekkert eitthvað fancy. Nei. Og við erum að fáránlega fá mörg. Svo far 7-9-13. Já, já. 7-9-13 sagði hann. Ætlum að fara okkur í bestu deildina, meira þangað. Peitið þetta. Virðisaukaskatturinn bestinn á reikning fyrirtækisins. Hann eingöngu í vörsluðinni þangað að honum skilað. Og þú þarfturinn er ekkert að pæla í þessu þegar Peiti sér bara þetta fyrir þannig að það færði bara skýrt utanumhald og yfirsýn yfir virðisaukaskattsskilin og Peiti passar að ekkert gleymist. Svo erum við með Fröken Reykjavík. Orri, hefur þú smakkað matinn á Fröken Reykjavík? Mótið MR? Það var að heiðlur hérna. Ég hef ekki gert það ennþá. Þú átt að inni, mig grunaði það. Ég er reyndar mjög duglegur fann í bæ. Ok. Ég er þráttur að vera komin á miðan aldur og pluss að þá einmitt fer maður að fara meira í bæ heldur maður gerði kannski þegar maður bandaöflutinu. Þannig að við erum duglega að fara í bæinn, sækja okkur menningu og þanga og miklu bíófíklar í bíóparadís og svona og það er alltaf að fengið sér snarla undan og tökum við frökað næst. Tækifæri, já. Ekki spurning. Já, þetta er frábært staður auðvitað með stemningu í hátíðir líka hátíðistilbúð og svo kvikmyndaskólinn námið að hefjast haustið 2026 og umsóknarfresturinn að renna út 30. júní þannig að fyrir ykkur sem að hafið áhuga á kvikmyndum og því tengdu þá er kvikmyndaskólin.is með námsefni þar sem að er mjög spennandi. En Orri, sonurinn Ásgeir Helgi Orrason ég ætla bara að segja einn af okkar allra efnilegustu hafsendum sem betur fyrir, okkur vantar hafsenda tvítugur, spilar allar leiki í vörð blika með einhver 7,33 í meðalengur. Hvernig er það fyrir þig sem pappa að sjá strákinn standa sig svona vel? Ég það gefur mann alltaf alveg einskjara gleði að sjá börni sín standa sig vel og bara í því sem þau taka sig fyrir hendur og ég og tvö börn og afskal bara stoltur að þeim báðum sem einstaklingum og bara hvað þau eru að vanda sig við það sem þau eru að gera. Það hefur alltaf leið nokkuð ljóst fyrir að hann drengurinn er með frambærlegu knattspyrnumaður. Hann sýndi það nú bara strax í fyrir orkumótið.
Þannig að ég hef auðvitað fylgst með honum og við hjónin fylgst honum eftir að þessa vegferð upp yngjurflokkana í þetta klassískur bliki, hann vinnur 1-2 titla á ári upp allir yngjurflokkana. Kunnulegt stef. Þannig að það er kunnulegt stef, við þekkjum það. Ég er enda sem áhorandi. Já. Þannig að hann og ég náttúrulega fyrir mig sem fótbolta fíkil, það var náttúrulega bara mjög gaman að sjá drengin spjara sig, það er ekki spurning. Þetta er alveg þáttur að hann hafi hæfileika og hafi náttúrulega að hafa fyrir þessu og ég minna hann farið hennar klassíska þetta tímabil á milli 16 og 20 fyrir íslenska efnilega leikmenn er alveg krúsíal, sérstaklega þeir fara ekki út. Ég get alveg lent þarna í fristikistunni sem ég kalla hana einhvers staðar á milli Einskisvangslandinu á milli annarsflokks og mistarflokks en hann hefur spilað vel úr sínum spilum, hann fyrir hann á lán í Keflavík fyrir 2 árum og spilaði það reyndar á miðinu allt sumarið og ég vil nú meina að sé fanta góðu miðumæður drengurinn ef hann fengi tækifæri til þess. En við þurfum hafsenda. Og hann ég er bara ánægður að sjá hvað Markumrættur Ólafur er að setja mikið tröst á herðarnar á honum. Heldur betur. Þetta er töff leikstaða. Já, og töff samkeppni. Töff samkeppni. En mér finnst svolítið gaman að því að við erum að tala um hafsenda þessi hafsenda umræða á Íslandi. Já. Alveg bara leitin að týnda hafsendinum í gangi og mér finnst það er ekkert allt ótt koma inn í umræðinu og menn er að tala við áttum Hemma Hreiðars og Guðna Bergs og Kára og Ragga og menn og í gamla dag og náttúrulega alltaf aðal stjörnundar í landsliðinu en íslenska fyrir ykkar tíma voru varnarmennir. Við áttum enga leikmenn sem kunnir í fótboltaráði fyrir utan einn kannski frammi Ásgeir Sigurjóns eða eitthvað slíkt eða Arnór. En ég ætla að segja að fótboltinn alltaf breyst eins og við vitum og gjörbreyst á 20 árum og ég held að fáa leikstöður hafi breyst jafn mikið á hafsendastað og frá kannski talið bakarstaðan sem var einhverjum vingbökkum og allir þessi þróun og indreið og allt þetta sem við þekkið að hafsendastaðan hún hefur breyst svo svakalega mikið að því hlutum til að hafsend fyrir 30 árum, hann kunni ekkit í fótbolta með hafsend í dag. Hann var ekki gerð svo krafa á hann kannski á þeim tíma hann gerði annað en að verjast. Hann var ekki gerð mikið krafa að hann var að starta alla sóknir og ákveða fyrstu sending og kosta boltinn færi hingað að þangað. Þannig að leikstann hefur breyst rosalega mikið og þú þarft að vera fjölhæfari leikmaður þannig að þú ert ekki bara góður varnarmaður, þú ert líka að vera góður í fótbolta og þú ert líka að vera taktískur, þú ert líka að vera fljótur og allt þetta sem þið voru nú ekki allir hinn í denni, þessi stóru haffar. Nei. Þannig að mér finnst menn vera, og í því samhengi væri kannski áhugavert að sjá leikmann svona af gamla skólanum, bara, ég veit ekki, Hermann Hreiðarsson eða eitthvað, spila hafsendstöðun í dag, til dæmis í Breiðabliksliðinu eða Kárliðinu. Ég er ekkert vissum að vera neitt sérstaklega auðvelt fyrir hann, fram á við, skulum við segja. Þannig að staðan hefur breyst svakalega og staðan er í aðlugun og þessi strákar, það er óslega kröfur á þá. Ég meina að þau þurfa að vera svakalega alliða til að ná í gegn í dag. Klart. Það er Ásgeir. Erum við ekki bara, að segja hér, sjáum hann í landsliðinu? Ósengjant. Úlala, ég alvöru pressa á hann ekki það við höfum rætt hann sérstaklega en ég efast ekki að hann hefur sett í það markmið og þetta er hann í þessum tröppugangi yngri landslega tröppugangi og hefur verið, hann var reyndar ekki síðasta 21 árs landsliðshópi vegna meiðsla en hefur verið í þessum yngri landsliðum nokkuð fasta gestu síðustu ár. Þannig að það var eðlilt að menn setja sér markmið NDA en það er Nálarauga sem hefur verið erfitt að komast í gegnum og hann þarf að leggja sig ennþá meira fram drengurinn en allan að gera það og svo er þetta líka bara í því samhengi hvað spurningamerki hvaða þróun ferillinn tekur ef hann fær mikil spilatíma í sumar þá getur kannski opnast einhverju möguleika að fara út og svo framvegis. Þannig þetta er allt saman háð örlögunum en hann er bara, ég er stoltur á honum og hann er duglegur að ég held sér bara langt best að vera bara í Blikum ekki fara út það er ekki skissar fara út fyrirlinn bara já alltaf og spila bara líka í landsliðinu nei, vonandi fer hann út já, vonandi fer hann út frábær leikmaður
Sko, byrjum bara á blikunum í 3. sæti með 11 stig. Hvernig leggst þetta tímabil? Ég ætla bara að spyrja ykkur báða. Eru það að horfa í þann stóra skjöldin? Já, ég meina eins og við tölum þegar þú ætlar að spila svona leiðilegan fótbolta þá verður alltaf að vera með eitthvað árangur myndi ég halda. Þú veist, við vorum til eins og við tölum Óskar á hann 22 og 21 þannig að við vorum í 4. sæti eða hvernig það var alltaf lægið maður sá alveg eins og þú ert núna að sjá með káringana þetta var alltaf hræðilegt hjá okkur í fyrra en það var einhver aðlögunartími þú veist, ég myndi halda þetta sé bolti sem það þarf ekki mikinn aðlögunartíma Ég sko hann er alltaf búin að vera með liði núna síðan í fyrir haust og klárlega búin að setja fingraförin á liðið hann er bara virðist verið fyrir svona defensive coach eins og maður segir þannig að og það er ekki auðvelt að gera það en hann er búin að gera á stuttum tíma hann hefur bara talað hann sjálfur að sóknarleikunum komi hæfileikandi sittir staðar í liðinu og við sáum svona glitta í það í þósleiklum hvað þessi gæði geta hefði byrjað að taka sín bolta sko 100%. Þannig að það er bara það sem maður lýsir eftir svo að maður svona vonast eftir einhverju samauðvitað í Vestmannaeyjum sko en alveg heiðalögur bara alltaf aðstæður skraufþur Gerðingarsvöllur nýkomin á þurrluferð gamla Vestmannaeyja gjólan einhvers staðar með í för og ég bara, ég voru vonbrið þegar maður að horfa á leikinu sem maður, hvað ætlar ekki að fara að keyra í gang svo bara þú horfði tilbaka, bara frábært að taka 3 stig úr Eyjum og gefa ekki færi á sér fyrir utan 15 sekundar marki þannig að mér líst bara vel á það sem að þeir eru að gera en ég vil sjá þetta eins og allir sem halda með Breiðabliki, við viljum sjá þetta sóknarleikin koma, kikka inn sjá þess að stráka sína okkur hvernig einasta leik hvað þeir geta Heldur við munum fara í þyrluferðum á all útileikir núna? Mér finnst það bara ekki hugmynd sko þeir voru flottir sem að sá hverju klippur að þessu þetta var rosa, þetta er góð lausn frábær lausn Svona gerum við þetta í Kópavoginum Það er alveg lausn með hugsun Ef við fæ bara frá þér orði sko bara smá spá, hvað lið verður Íslandsmeistari og svo kannski annan niður í 4. sæti Nú er pólitíkusinn að hugsa alveg vinstri hægri hvernig við klóra mútu þessu en ég ætla Koma bara háká í annars Háká í öðru sæti Sko ég ætla að leyfa mér að vera með spá frá hjartanu í 1. sætið og bara þessu spáður það er bara spá Breiðabliki í titlinum það er munu hrökkvi gang það munu nýtast þeim að leikja álag helstu keppinauðana verður þingra Engin Evrópa hjá okkur Engin Evrópa við erum með sjó á reynd lið við þurfum bara að fá ákveðna lykilmenn aðeins meira på tærnar jafnvel þó að liðin svo Víkingur sé með allan mannskap að þá er þetta ekki bara með sáðarsóltið hjá okkur í fyrra að þetta er ekki bara spurningum hvaða fjölda leikmann á hefur það hefur bara svona sálræn áhrif á vil ég meina á klúbbin að vera í þessu brasi að standa í þessu fjöri sko og vera með leikmenn sem eru með fókus á mismunandi ef þú ert að halda fókus á öllum stöðunum nákvæmlega, þannig ég ætla að leiða mér að spá Blikum 1. sæti Víkingum 2. sæti sko 3. sæti gæti orðið trikki ég sem að Rúni Kristins komi sterkur inn ég sammála því ég held að sé það er svona hæg steady góð framför á sig á kallinum og á meðan að svona kannski félögum sem Stjarnan, Valur Möller Skaginn sem eru með frábær leikmenn hafa verið svona sko stöðleika og þar til góðum þannig ég ætla að spá Rúna 3. sæti Það er rosalegt Elsta og virtasta fær ekki mikið hann nefndi það ekki Nei, hann var ekki svona að horfa á þessum samkeppni Vísvitandi Valur, FH, Skaginn þetta er fullt að liðum Hvaða lið falla? Ég hef áhyggjur fyrir hönd Eyjamanna eins og ég held að flestir geri síðan eru þarna þetta lið eins og Þórsararnir sem eru nýkonur upp ég hef líka áhyggjur af FH-liðinu sem að mér þykir nú svolítið vænt
Já, þannig að bara til þess að við erum ekki að setja neitt skugga við þá ætla ég að spá Vestmannum og Þór niður. Já, klárt. það er landsbyggðin sem borgar brúsan í þetta skipti. Já, Mhm. því miður. Já, því miður. Og kannski til að slúta þessu, hver verður leikmaður Íslandsmótsins? Ég ekki að gleyðja því þess. Fá eitt sjátt hérna. Ef við ekki að veðja á allan með sama áframhaldi að það verði hann Aron Sig Já, hann er helviti góður. svakalega góður. Ég held að verði Ásgeir Orrason. Já. Takk Orri, takk fyrir þetta. Smá peppin í lokin ánægði með það. Ég vona þetta raungerist hjá þér flest allt. Við erum að þetta í rittarspurningarnar, loka leiðin. Má ég koma með eina? Já, Birkir, þetta er þinn þáttur, bara eins og þú vilt, sko. bara aðeins ekkert beint Val og FH heldur bara þess að því að þú þekkir þetta manna best, sko, sjáum hvað Valur gerir, létu Túfa fara og ætla að fara að byggja á yngri leikmönnum, ég er nú ekki að sjá það reyndar á vassliðinu, það er svo það er, sjáum FH-ingana láta Heimir Guðjóns fara, ætla að fara að finna upp fótbolta, Heimir og Óli búin að gera þetta vitlaust öll þessi ár, en titlaskáparnir segja annað, eiga menn kannski að spara stóru yfirlýsingarnar og þegar menn fari í svona vegferðir? Já, ég er svona þeirrar gerðar þó ég hafi nú verið að lýsa hérna yfir ymsu í fótboltanum nú síðustu mínútur. Ég vil freka fara, reyna að sína svona ástandi inn í klúbbunum skilning og menn er alltaf í einhverju umhverfi, menn er alltaf í einhverju núi. Þannig að ég myndi ráðleggja mönnum fara að vali yfirlýsingar og það er alveg rétt hjá það hefur alveg verið í kringum þessar breytingar hjá þessum tveimur klúbbum að menn eru svona stundum að tala í svona stefnumótunar stíl eins og þeir hafa verið að koma út úr einhver fundarherbyggi en maður sýnir svo öllu skilning, ég meina það er ekkert grína standi í þessu, það er svo margir áhangandunir áhorfendur og fylgismenn, þeir sjá kannski, ég ætla ekki að segja sem er rörsýn en þau eru með ákveði sjónarhól á klubbin sko. Og það er auðvitað bara það sem gerist á vellinum, þegar þú situr upp í stúku. Það er svona stóra sem þú sér. En menn er að koma úr alls konar. Þetta eru vinnustæðir. Það þarf að vera góð kemistría inn á vinnustæðnum. Þetta eru peningamálin, þau eru alltaf sjaldan rædd, en auðvitað eru fjárhagslegar ástæður á baku marga þessar gjörninga sem menn eru að vesinast í. Já. Þannig að og þetta er bara flókið að láta þetta allt sem að tikka á réttum stöðum. Þú ert gríðarlega sterkar leiðtogi í þetta og maður svona vonast til að þú nefnir F-fálið. Þeir hafa komið svolítið sterkir fram í vetur og svona með umbreytingu og sækja sér þjálfara út svona með háan prófíl og svona ég skil alveg hvert er að fara og hvað er viljan á fram. En svo er það bara spurningin sko, hver er fórnarkostnaðurinn og það er bara nákvæmlega sama því að ekki það ég sé að reyna að komast til að nefna Káringa hérna, síðan svo ég sjáu bara statementi á Kári fyrra og menn voru sumi hverjir partnir að lifta báðum brúnum hér eru menn bara á lifimanna vesturfrá, grínlaust ég er ekkert að dissa neitt með þeirri fullinningu og bara þetta ekki bara komið gott sko, þetta ekki bara nóga viðtölum það að það sé einhver vegferð í gangi og það sé bara alltaf fara að gerast og svo framvegis úrtölur eftir úrtölur kannski fólk sem þekkir ekki mátt Óskars Hrafns en hugsið ykkur sko ánægjuna sem fylgir því núna að sjá liðið þetta er með ólíkindum að horfa upp á þetta þannig að þú veist einn daginn eftir fíbl og hinn eftir kongur. Já, það er rétt. Það er hárrétt. En munurinn kannski, bara til að klára það fyrir með Óskar Hrafn í brúnni, sko. Er ekki að lítið úr hinu þjálfarunum, sko. En hann er heldur stórt búsluspilana, sko. Sjáum hvað gerist. Já, gefum sér tíma. Já, loka liðurum. Það er rittarspurningarnar í blandu almennar. Auðvitað Bad Mikki, við erum búin að tala um fótboltan og íþróttaveislan, hún er haldin á Bad Mikki næstu með fullt af góðum skjám góðan mat og góðan drikk og það er spurning hvað þú þarft meira ekki neitt póstústrætið góða og úrslitakeppnin í körfuboltan og hvað heldur hún sé? Bad Mikki og þetta lengjan vorum að tala um veðmálafyrirtækin sem eru auðvitað
það ertu með lengjuna Mhm. sem að stiði bæk á íslensku íþróttaríði Já, og getur tippað þar og svo David Jones. geti verið með 5 leikja seðil í dag eða í kvöld segi Pálmi Þórsson ríður á vaðið svo getur hann alltaf til að fara í skoðina frumur Það sjálfsögðu. hann að fara á, er ekki aðalföndu frumur eða eftir? Jú, það er aðalfundur nú eftir hádegi, sko. Já, hveti allan til að mæta þangað þegar Kristrún Frosta talar barnaskatt á heimili í Kópavogi er það ekki ódýrara þegar uppi staðið frekar en að vera heima með barnið til 3-4 ára aldur spyr Pálmi Þórsson Mér dettur nú hug sketsin úr skaupinu með Jóni Jú, já, fóstbræður með það var ekki skaupi, ég maður ekki en hérna grínlaust að þá bara komum svo sminn á þetta áðan í spjallinu það er bara þessi áræðanleiki og stöðuleiki þjónustu sem skiptir okkur öll mestumáli og það að vera í vindinum í frá 12 mánuðum upp í 20 mánuði pluss eða hvað það er með þetta með uppeldi barnsins það hlýtur að tölur mikið sverið einhverja 1000 kall allavega á mánuði. Já, sammála því Pálmi ríður á vaðið áfram segir er ekki sérkennilegt að gagnrýna eina leikskólamódeli sem önnur sveitafélög þykjast ætla að herma eftir? Mér finnst það, jú. Ég hef sagt það óbæðlega, ég held ég hafa sagt það í oddvitaspjalli og vísi núna að þetta væri raunverulega bara viðurkenning á því að einn öflugasti stjórnmálamaður landsins lítur á okkur sem svona ég segi ekki óvinn höfuð samkeppnis aðila og þetta er viðurkenning á því að við höfum verið að gera eitthvað sem að hreyfi við umhverfinu. Klárt. Magni Freyr spyr hvar liggja framsóknarmenn í HK eða Blikamein? Ég held að ég var nú bara ég held að þú eru engan geimvístum til átt að sjá því ég er Blikamein í lífinu en HK-angar eru líka mínir menn. Hafsteinn Átnánsson spyr liggur pólitískur áhugi á orra á landsmálunum? Langaður að fara í landsmálunum einhver tíma? Nei, ekki eins og staðan í dag. Nei. Ari Kristján spyr hver virkilega skapaði Kópavogsmódelið? Wow. Þessi er góð. Þessi er góð. Ég vil meina að svona skapa og ekki skapa. Ég kom inn á hérna áðan að við lögðum áherslu á þetta í síðustu kosningum. Við fórum fram á að fá leikskólamálin í okkar formennsku og þar er formaður leikskólás á sín tíma sem heitir Matthías Imsland. Hann er formaður starfshópsins sem er skipaður og leiðir þá vinnu sem að býr til Kópavogsmódelið. Þannig að ég mun nú segja og þetta með dyggri aðstöð frá mörgum í okkar flokki og svo stækkaði hópurinn. Ég vil meina að Kópavogsmódelið sé í grunninn úr framsóknar herbóðunum. En við höfum verið mjög samtaka stjórnarflokkarnir, meirhlutaflokkarnir í Kópavogi að halda því á lofti og þróa það og presentera það og þar hafa sjálfstæðismenn komið sterkir inn. Klart. Það var bara komið að lokaspurningunni hérna í kvöld. Kannski bara rétt David Jones þegar við erum alltaf að tala um mangóð. Þeir eru auðvitað með þurrkað ástalandin líka. Það er þvælunni gott. Og jordgubb og lakrit stölnar, það er svona í upphaldi á mig núna. En Orri Hlöðursson, lokaspurningin er af hverju á fólk að kjósa framsókn í Kópavogi? Það er vegna þess að við höfum reynslu og yfirburðaþekkingu á rekstri bæjarins. Mér svona langar aðeins að koma inn á eitt sem ég var ekki búin að tala um áðan að það benti mér á einn svona heldri maður í flokknum að fyrsta sinn í sögunni var það 1962 sem að Framsóknarflokkurinn komst í meirihluta í Kópavogi. Síðan eru 64 ár og hann tjá mér að í 55 eða 6 af þeim árum hafi Framsóknarflokkurinn verið í meirihluta. Og það segir mér það að Kópavogur er í grunninn ákveðin Framsóknarbær, það er Framsóknartaug hérna og það segir mér líka það ef þetta er góðu bær þá lítur Framsóknarflokkurinn eiga sinn þátt í því að hafa byggt hann upp. Síðustu áratugi hefur þetta minnstur verið það minnstu sem er í gangi núna sem er eins bænum vel og verður svolítið til með 2 stórmerkilegum leiðtogum sem að við vitum alveg hverjir eru
þannig að við erum að bjóða fram sko þessa hófstiltu, skynsömu, jartengdu nálgun með reynslu og góðu common sense sem að slettu nú eins og sannur framsóknarmaður eina ferðin enn. Já. Orri Hlöðversson, takk fyrir daginn og takk fyrir komuna og já, þið vitið hvað þið kjósa 16. maí. Takk fyrir. Takk.